Yeah. Yes. Held ég maður. Jæja, strókar, hvað Þetta segir? æska mín. Það? Þetta æska mín. Djöðla þetta fokk liðlega mynd samt maður. En gott lag. Rosalegt lag. Það svolítið algengt í Bandaríkjunum að tónlistin mun betri heldur en myndin sem tónlistin í. Disney myndirnar, ég elska soundtrackið úr þeim öllum sko. Já, Það það? kannski ekki á alla myndirnar. Erst þú þarna, var ekki eitthvað lag, eitthvað að vinna, eitthvað skítalag, eitthvað Baby Sharka, hnignandi heimsveldi. Þetta nákvæmlega sem gerist þegar heimsveldir hnignandi. Það er bara eitthvað, Baby Shark, the best tune of the year, eitthvað bara út glöggan, sko. En hérna, glæslegt að vera komin hérna og sitja hérna með eitthvað drengir. Já, er bara gaman að fá þau maður. Við erum bara að line upp í skák og... Tókun okkar fyrir þátt. Tókun okkar fyrir þátt. Já. Ertur malað okkur svona. Já, ég streyjaði strákana maður, Já, en við ætlum bara rétt að koma inn á KMI, Barjón Mosó, Aha, Loop, Playville, Payday, Dominos. Sérstaklega ekkert á Dominos. Getum okkur einnig að náðan. Já, Blas að taka vegan, hvað? Februar. Vegan februar. Hárett. Ég alveg grimmur í grænmetinu, sko. Og hérna... Og það bara glæsilegt. Tekur... Það ekki glæsilegt. Jú, það bara erfitt. Þú tekur dry season, þú veist að segja okkur frá sig fyrir þá. Já, ég tek 3 mánuði núna þurr. Já. Og svo labba ég 50-15 kilometra. Einasta Helviti degi. vel gert. Hvað segir já? Sæll. Og ef ég, nú skulda ég síðan í gær, því ég var svo mikið að plugga eitthvað, ég labbaði ekkert, þannig að núna þarf ég að labba 10 kilometra. Já, þú ætlar að labba Það má vera aldrei vera minna en 5 kilometra á dag. Síðan í fyrra dag tók ég 18 kilometra, þannig að þá er ég aðeins búin að vinna fram í tíman og svona. Þetta áverð þannig að ég lok mánaðarins, semst, er ég búin að, ég er svo lélegri starfræði maður, 30 sinnum, hvað er 30 sinnum 5? 150. Já. Já, það er... Tjóðum að stressa. Já, það er algjört lágmark. 150 er algjört lágmark. Já. Þannig að, hérna, já, mennir, þetta er mjög nöðslegt, sko. En ég haldi að, þú veist, taka svona langt tímabila sem þú bara gjörsamlega neitar þetta, hvað gerir svo þegar þú klárar? Springur þú? Bara klikkast fer bara að slekka á símanum og bara dreg fyrir gardínunar og bara ligg í því, bara stúta með lifrinni, hopp á nýrunum. Það er nefnilega ákveðin vöru sig fólkin því sko að við fáum Blasrocka þetta til okkur loks í þáttinn og þá er hann edrú sko. Já, en ég er alveg, þú veist, ég er alveg, sko, geð hemlaður, hvort sem er, sko, það þarf ekkert, sko. Nei, rétt. En vindum okkur þá bara í fyrstu spurninguna. Já, þið keirið þetta á spurningum. Já, við erum nokkuð spurningar. Já, ég verð að segja að hann byrjun, hérna, ég er alltaf að reyna að tjekka á podcastum og svona, en ég er ekki búin að komast yfir þetta allt. Ok. Svo sá ég, fór að kynna mér svona hvað, þannig ég vissi svona hvernig hvað er að fara út í og hvað ég ætti svona að pæla í og svona. Svo þannig ég rendi yfir þetta og ég sá náttúrulega bara hverja þeir búin að tala við og það var náttúrulega bara landslið í pappakassa. Það var bara, nei, annar ömulegu sjálfstæðismaður. Ennið sjálfstæðismaður. Og bara gaurar, mjög gay val og ekkert að það vera gay, strákar. Ég er alls ekki að dæma ykkur. Nei, ok. Ef þið eru alveg gjörsamlega porno premium poundagöðunni páfuglin, Guð bless ykkur. En það sem ég er að segja er að þetta ég fannst mjög snjallt svona að koma og aðeins að laga meðaltalið. Já, jafnaði þetta út. Já, þú veist, ég er alveg ávið svona 8 eggjabakka úr sjálfstæðarflokknum, sko, í skemmtileg heitum. Já, viltu koma með sérstök nöfn sem að stungu augun? Var ekki Guðlúð Þór þetta? Jú. Er hann ekki frá Selfossi þar ekki? Guð. Ég held að segja Borgarnesi, sko. Já, ekki Skánar. Er það ekki meistararnir sem töldu þarna voru að penja? Var ekki hérna ennett sjálfstæðismaðurinn sem var eitthvað ég er alveg með þetta allt á hreinu bara, þú veist, bara kjörgögnin lágu bara í eldúsi, bara að stekja franskar með sætmaður. Já, franskar. Já, þetta er alltaf lið sem fær ekki vinnu nema þeir verið í flokknum, sko. Þetta er bara, það myndi enginn ráða þetta í nokkra vinnu, sko. Ég myndi ekki lifa þessi lifa bara rótara þótt ég verið bara að spila, sko, í Borgarnesi, sko. Ótrúlega mannskapur. En nú ætlum við að laga, nú ætlum við að hækka standardin á þættinum gríðarlega
og en svo sá ég að það voru líka algjöri kóngsar Víðir Örn Kjartansson kóngurinn það á Selfossi sko já, en þú veist, það getur alveg slætað, af því að hann búin að gallið við Selfyssinga, þeir sjá ekki sjó en hann búin að spila svo mikið út kvipin og kvapin og með alveg working class liðum eins og Hammarby og hann var nýr í Rostov í Rússlandi það sem ég svo gladur með þú veist, að ég var svo fegin að þú veist, mesti villigrísin sem alltaf eitthvað vera að væla í að því að þú veist, hann bara feskur og bara í stuði að þú veist, hann villigrís að passa ykkur hann eitthvað, þú veist annað hver maður bara sem tengist þessu landslið bara við eitthvað vesinast sko, okkur knæpum, klípi ykkur að bíur og eitthvað en Viðar, nei ekkert vissin að það er bara sko hann bara máli, villigrísirnir skilur þeir sem eru mestu villigrísirnir komandi dyr eins og klæddir já, þetta svolítið þannig hann er líka bara að koma tvisalegur hann mætti alveg koma oftar ég sko, hann mikill fan á mér og ég mikill fan á honum og við nánast eðlum okkur þegar við hittumst já, en taldum að hækka standardina þegar þú varst að tala það já það annað í þessu já set the place no mas þetta rosalegt lag það bara stöð mæn veistu ekki gott líka með stöð mæn af því að hann stöðmaður ég var ekki sem að fatta þetta skilur nei ég mun fatta þetta eins og í laginu þetta, fólk spurði okkur mikið eftir að við gerum lagið Negla Rottweiler gerði lagið Negla Mundu mæn Þetta er þegar þessi Scarface já mæn þetta er hvernig kúpaninn segir man mæn og Egill náttúrulega bara stöð mæn þetta er gott sko það eru djúpa pælingar já, þetta er við vorum aðeins að tala fyrir þá það verður betra með hverju hlustunni algjörlega og það er eins og ég segi hann Kitty sem pródúserlagi, hann er akkurat gæðin sem gerir svona ógeðslega sniðugt allt sem uppfyllir allar listrænar væntingar og frumleikin og allt þegar lögin kom út, þetta var alveg sem með hvíta skó sem ég gerði með honum líka að þá er fullt af mannskap sem bara svona fatt þetta ekkert fyrsta skipti bara hvaða eitulöfum er hann ekki en síðan bara hlustaðar aftur á það og þá næra þetta öllum skilur og hvíti skó þetta er bara stærsta lag sem ég hef gert sko. þannig að það er einn af þessum göldum frá Kitta sko. og svo náttúrulega Egill þarna sem náttúrulega yfirbara maður stórkostlega maður hefur gert sko svo gefið íslensku þjóðinni svo mikið sko þussaflokkurinn og náttúrulega stöðmenn og hann sóló dót líka hann að þetta er illa lag sko. Þurftir að samfara mikið til að taka þátt með þessu lagi? Nei hann, að því að ef hann finnst eitthvað ef hann skynjar en hann finnur lykt af einhverjum fjörfisk ef hann finnir að þetta er gaman og svona þá held ég bara, ég er alveg eins með það sko að þú veist, ef það er einhver sem kemur til mig með eitthvað óslega svona skemmtilegt örugleik þá er ég alltaf tilbúin í að hoppa bara á það sko veist, það er líka bara það sem að ef hefur gaman að þessu þannig munun á poppurum og listamönnum sko þú veist að popparar er alltaf svona einhvern veginn pæli í eitthvað svona að þeir fá að ríða í kortir á einhverju svona þú veist á Hressó, Hressó er ekki til lengur jú, eða ekki nei, maður veit ekkert hvað er til lengur eftir þetta COVID en þið veit hvað að meina svona, þú veist, eitthvað svona listamenn gera bara það sem þeim langar og finnst skemmtilegt þú veist, þetta er svona genuine svona ánægð að gera eitthvað alveg sama hvort að einhver fílið það eða ekki sko. Egill er alveg þannig hann er búin að gera miklu meira en fullt af fólki veit þú veist og svo tekur hann, skilur hann vantar peninga tekur hann bara nokkar Toyota-ölsingar og þá er hann góður skilur en við langar að því að þetta er skemmtileg pæling hvernig þið komið saman að því ég var núna að horfa á Genius hafið þið séð það heimildamyndina þetta er 3 þættir Kanye einmitt, ég sá að þetta komið inn á Netflix já, þetta er veistla sko inn á Netflix Netflix þetta er það sko ég ætla að sjá þetta já, því að þú veist hann er kolruglaður, hann er listamaður alveg já, en hann var bara með visioni day one hann vissi hvað hann er í stór áður en og þetta svo fyndi að þeir allir komið fram við hann eins og bara tittana sem hann skilur en hann vissi en punkturinn var að sá að hann fekk til sín einhvern mann í stúdíóið
held að það verið einhver gamall meðlumur Wu-Tang eða eitthvað sýndi honum bara bítið, þetta voru bara Through the Wire og einhvern svona veislu lög sko bara fræði dag og hann bara byrjaði að boppa hausnum þetta geggjað stöf og svo kom hann samt aldrei aftur þegar þeir eru í bransanum þegar þú ert annarkvort að mæta á lag hjá einhverjum öðrum eða fá einhver til þín það bara ég bara hugsa hvernig þetta verður til þá bara bítið klárt og kannski þinn partur eða þetta sko þetta yfirleitt þannig þetta rosa mikið gegnum bara netið að menn rappar að senda mér eitthvað sem að tekið upp og ef ég heyri strax bara hann góður rappari og ef ég höldum að fram að tala saman og ég sé hann metnaðarfullur og ég sé hann meinar þetta og ég ekki bara að eyða tíma í að coacha dútana sem ég hef gert náttúrulega með Rottvalerstrákana og Gauta og smjörið og allt skilur og sé bara hver metnað hver ætlar í alvörunni að fara á hanga bara og líka þessi góði rapparar síðan senda taktsmiðin alltaf á mig og ég náttúrulega raða ég bara, þegar maður er mjög aktív þá er maður bara með miljón takta og svo bara máta maður bara konsept við maður fattar, þetta konsept þetta væpi í laginu, þá finn ég texta sem í því væpi og síðan ef mér finnst einhver rappari að vera með mér á laginu þá heyri ég honum skilur þannig að það svona klassískt ferli á mér sko þú veist með Raka Bjarna þá kom hann bara í stúdíóið og allir að fá sér í kvöld nema Blas allir að fá sér í kvöld nema ég það hárrétt sko já og og þú veist þá var bara svolítið þú veist bara ég var bara búin að skrifa niður bara allir að fá sér og síðan smá herringar að slást hér mennur að fá sér já og svo bara fer hann bara í geðað stuð og bara algjör partygósi og blessu sér minning hans Egill sko kannski Raggi Bjarni svona meiri kannski skemmtikraftur af gamla skólanum Egill líka svakalega skemmtikraftur en hann líka með rosalega mikið svona hugmyndir hann vill svona gett leggja sitt að mörkum í hugmyndum og hann kemur með þú veist hvað með ég gerir svona skilur það svolítið það var miklu meira skemmtikrafta sem voru aðal tónlistarmennir okkar áður fattiði mig Bó Hall og allt það lið sko þeir voru meira að syngja eftir aðra þú veist síðan kemur svona myndi ég segja kannski bara með punktímabilinu að það er meira svona listamenn sem eru sjálfir að semja texta og lög og Egill þannig dúti sko þegar þú segir svona þú veist hvað var hann að velta fyrir sér að vilja breyta kannski? Nei, ég minna bara eins og lokin á laginu, þá er hann komin í því líkan gýr Eða vandi til Já Nei, ég minna að þú veist, jú, það er líka en líka hann í lokin, þá er hann alveg bara komin alveg bara, hér er komin slagi í babarinn, eitthvað alveg kæður sko, sem svo gott sko og eins með myndbandið Spennandi. Já. Já, við hlögum til að sjá það. En svo ég segi, það skipt svo miklu mál líka núna því að núna eru menn ekki að kaupa diska þannig að ég hef alltaf haft textabók með diskur sem ég hef gefið út. Þannig að núna er ekki sama dæmi með það á Spotify. Þannig að myndbandi, textin allir. Þannig að menn átti svo á línum eins og ég er smúðandi pressu, myndi aldrei með að stelpu en eitt símtal og þú ert lamin í klessu að lessum. Þetta er rosalega lína. Þannig að, já. Býtu, hvað segir, hvernig ætlar að koma textanum til skila? Hann er sérst í myndbandinu. Hann er í myndbandinu. Já. Og svo er þetta bara einfalt myndband. Skilur, núna, það er, svo fyndið með Íslendinga, núna er allir hægt, það horfir enginn á YouTube. YouTube er dottur svo mikið upp fyrir hjá Íslendingum. Já. Það er ekki þannig í Bandaríkjunum með annars staðar. Það er ekkert mikið verið að horfa á myndbönd og ég held að sé líka að því að fólk notaði á YouTube sem spilara. Þú veist, núna er alltaf bara Spotify búin að breyta því algjörlega. Þannig að þú veist, eins og fyrirlega myndbandið, þú veist, þetta var myndband sem kostaði meira en 1 milljón, skilur. Já. Þú veist, það borgar sig, en ég sé ekkert eftir því, þetta var geðvægt myndband og óslega gaman að gera það, en svona, það er svona, núna er þetta meira kannski komið líka svona bara
bara svona einföld sniðu skemmtileg hugmynd og maður líka byrja að sakna þess eins og bara, þú veist, þegar maður krakki og að horfa á, þú veist, rappmyndböndin sko áður en að koma þessi stóru plötusamningar, rapparnir byrja að fá stóru plötusamningarna, þá eru myndböndin óslega einföld og bara geðveik og síðan byrjuði sko budgeti að vera það hátt að, og þið viti hvernig þetta er, þú veist, plötusamningar þá er bara svaka budget og ég meina, þú veist, ef þú klárar ekkert að budget, þú fær ekkert peningin. Þannig að menn byrja að klára budgetið. Þannig að menn byrja að fylla myndbönda eitthvað svona dýru drasli. Skilur ykkur svaka flotti bílar og eitthvað, þetta var bara svona bílaölsingar, þetta var svo Hype Williams, ég hef aldrei til mér fatt að þann gæja, það er svona eitt þekktasti rappmyndbanda leiksturinn sko. En síðan kemur náttúrulega tjallinn, breska senan, þeir eru alveg græmið allt, þeir eru alveg konur með þetta, bara úrstað einfalt, bara sími eða bara kamera og ekkert, og svo eru menn bara, það er bara orkan og bara, svist, það er það sem gerir myndbandið, skilur. Þannig að ég er svolítið mikið aðdáð, mér finnst allt í lagi að menn sjá ekki ástæðu til þess að eyða svakalum pening í rappmyndbönd í dag, þá ertu meira bara að hugsa bara þetta er bara fara tilbaka í upprunnan, skilur. Sem að þessi upprunn kemur þetta kemur allt í bylgjum, skilur. Græmið er fest, mér finnst það. Já, illa. Það er bara epislega bara svolítið svona bara, ég veit að bjarga hip-hopi kannski á stórt orð, en það er alveg svona feskleikin kemur rosalega öflugur þar inn, skilur, skepta maður. En mér langar að skjóta þess inn í það, því að ég held að sé ekki inn í spurningu kvöldsins, að þú tekur 3 mánuði á ári dræ. Já. Af hverju ákveður að gera það? Það er sko fólk sem hlustar mikið á mig myndi kannski byrja að halda að áfengi væri bara holdt, sko. En áfengi er mjög hart eiturlyf. Það er bara svoleiðis, skilur við. Við þurfum bara að vita og ef maður veit það, þá veit maður að það er mjög holdt að vera að hvíla sig, sko, aðeins að því, sko. Og það er líka bara upp á hausinn, skilur, og líka bara það er rosa gaman að glussa. Já, glussin, en það er líka nöðslegt að vera ekki alltaf að glussa, sko. Já. Þannig að ég tek alltaf, þú veist, og bara kemur í form, skilur, og ég syndi líka. Ég er náttúrulega æfði sund með sundil Breiðabliks. Já. Þannig ég syndi 1,5 kilometer og þegar ég fyrir í sund og svo labba ég eins og göltur og svo ætla ég að okkar maður Gaui í toppþjálfun, ég ætla að kíkja á hann í næstu viku. Já. Sem er búin að vera að þjálfa HK og Víking og algjör kóngsi, sko. Þannig að þá var maður líka bara komin bara svona, þú veist, það eru sko stór prósent af Bretum sem eru spurðir af hverju hreyfa sig og það er bara til að geta að glussa meira, skilur, og vera betri í þingunni og það helst í hendur. Já. Þú veist, móttækjalari, betur að brjóta niður áfengið. Og líka nýtur áfengis betur, hvað ekki? Og það líka. Það ekki það? Jú, það er aðeins að hugsa þess. Já, þá getur ekki verið bara með rjómatertu alla daga, sko. Þú veist, þetta með að hlakka til líka. Það er ógeðslega gaman að hlakka til. Og núna ætla ég að taka vegan mánuð. Já. Og þetta ekki næsta mánuð, þetta ekki bara fisk og sjávarfang. Þú veist, þetta er líka bara, þetta er líka svona bara gaman að vera, breyta til, skilju. Já. Í öllu. Helvítis heilsu hort rapparans maður, Einmitt, hvað vörsug er þetta? Þið byggust við að ég veri bara skítandi í mig í blackout, maður bara taka þetta út af með tatlengin alveg, svo er ég bara að tala um einhverja radísur og... Já, róluðu þáttur bara nýbyrjað að skákborðið er hérna. Skákborðið er hérna, já. Ok. En tökum inn að bara eitthvað sem búið að vera aðeins í umræðinni og hvað bara fyndi að, já, eða bara mjög gott að fá þitt álit. Já. Innrás Rússa inn í Úkraínu. Þetta er tvískinnungsháttur. Þegar við berum saman Palestínu og Ísrael og síðan þessa innreið þarna. Já. Sko málið er það að Vesturlönd þau eru með allt, þau eru hnignandi heimsveldi. Því miður er Evrópa bara svo taglnýtingur aftan í kananum og kanin er að hnigna sem heimsveldi. Evrópa ætti bara að
við sökvum, við erum bara svona dugga sem bundin við Titanic. Við höfum alveg tækifæri að kötta á þetta og vera hluta heiminum í staðan fyrir að fara niður með þeirra og vera svona nátengdir því sem þeir eru að gera. Af því að þegar þeir eru að fara líka niður, þeir eru búin að missa yfirburðina og næsta árum munir endilega missa yfirburðina sem þarf til að vera flokkað sem stórveldi, skilur, sem ráðandi stórveldi. Þú veist, með pólitíska yfirburði, menningalega yfirburði, þá minna ég menningalega, þú veist, við erum ekki að tala að alpahúr og þú veist, eitthvað svona svarthvítar myndi, við talum svona menningalega áhrif. Eins og bara pop og annað sem kemur frá Bandaríkjunum. Akkurat. Efnaðsleg áhrif og svo hernaðarleg áhrif. Og til að vera svona eitt stórveldi í heiminum þá þetta vera með allt þetta. Kaninn búin að missa, við erum búin að sjá bara með Sýrland og annað, að kaninn ekkert gæinn sem ræður ferðinni. Við erum búin að sjá það með, og við erum búin að sjá líka bara, með menningalegt, skilur, ég meina, við varum að tala það að, þú veist, einu sinni var það þannig að Óskarinn, það var bara allir að horfa á Óskarinn og hafa alltaf bara eitthvað ein svona foreign language movie sem fekk ykkur. Núna er þetta meira minna allt bara, veist, erlendar myndir, þetta er meira minna allt ekki bandaríska myndir, en bara því að einhver gæi bara hélt á einhver kani hélt á snúru í einhverju mynd, þá var það bara, þá var hún tilnefnd eins og hún væri, einu sinni voru þetta bara bandaríska myndir, fattu hvað með það? Já. Þannig að ef þeir eru einhver stað með í production-ferlinni núna, þá er þetta tilnefnuna á svona. Efnaðslega, Kína á bara, það er bara nokkur ár, örfa ár, bara í það að þeir veri búin að ná efnaðslegum yfirbyrðum. Kaninn á ennþá hernaðarlega yfirbyrðum, alveg gríðarlega. Og það er alltaf hægt af með hnignandi stórveldi að þeir munum beita heraflanum til þess að reyna eitthvað að klóra í bakkan. Kaninn er alveg tilbúin í það, en málið er það, bandaríkja menn eru bara svo allt annað fólk í heiminum. Það getur vel verið þessu illa menntaðir og fáfróður og allt það, en þetta er bara fólk eins og allt annað og þeir vilja ekkert stríð. Venjulegt fólk, það er bara alltaf verið að fylla það af hræðslu við allt. Það er massa áróður, við horfum á bandaríska fjölmið, það er alltaf einhver killer bí, það er komið einhver stórættileg bífla, það er komið einhver nýr sjúkdómi, það er komið þetta og kanar allir gett hrættir og bara hrættir við svertinga, allt þetta kjaftaði og tala við svona venjulegan kana, þá er hann bara hrættir við allt. Þetta var mjög fyndið því að þú veist, í kjölfæri á forsetakosningum þegar Trump var að tala fake news, þá horfði ég á þetta og hugsaði bara, hvað kann er vitlaus að vera hlusta á allar þessar falsfréttir, af hverju lesum bara ekki gegnum þetta, en svo ef þú skoðar þetta bara eins og núna nýlega með COVID og hvort sem það er rétt eða rangt, þá bara, veist, það er einhver fréttaflutningur sem er ráðandi og það bara eiginlega má ekki í skákunum þegar þá ertu bara á móti kirkjunni, skilur, eða þannig. Algjörlega, en það hefur líka verið sagt að valdhafar, þeir sem hafa valdið, skilur, og í dag eru það stórfyrirtæki, alþjóðleg stórfyrirtæki. Þú veist, það er engin sem að hlustar á presta lengur, skilur, þeir eru búin að fara í of mörg babies til að menn séu bara, já, þú ert geggjaður. Þannig að kirkjan er ekki lengur sá sem að miðlar til almennings að núna verður við að sameinast gegn hinnum heiðnu, trúlausu óvinnum í Arabalöndum eða hvað svona. Þannig að fjölmiðlarnir eru milliliðurinn og fjölmiðlarnir eru svona það sem að kirkjan hafði áður. Og í staðin fyrir að veri þegar þið fara inn og ræna auðlundum og ræna nýlendunar sem að Vesturlönd hafa alltaf gert og byggja allt sitt kapital og valda á, áður fyrir þá gerði það þannig að til þess að var þetta sannfæra almenningum að vera með að því að venlegt fólk er bara gott fólk, skilju. Þá var það bara, já en við erum sko að fara hjálpa sáluður þannig að þeir brenni ekki í helvíti, hann var alltaf sendið nokkri prellar með. Það kom fullt af hermunum og svo bara einn prelli veifandi í biblíunni. Og eins og ég segi, núna er ekki einhvern veginn að biðja einhverja biblíur, þannig að núna nú senda þeir inn hér til að ræna auðlundum, Írak, Líbía, hvað hann er, en þá kemur svona, á Vestrand lýðræði. Skilur, það er nýji fagnaðarbóðskapurinn, skilur, þetta er alltaf sama kerfið, þetta er alltaf valda þeir sem eiga heiminn að hugsa þetta alltaf eins, skilur, og ég meina, þannig að með Rússland núna, þú veist, sko, eftir hrun Sovétríkjanna, þá var algjört kaos á hvernig þetta klofnar allt í sund, það var engin stjórn á neinu og Vesturlönd elskuðu að Sovétríkin sem ógnaði gett valdi í Vesturlanda að þeir voru að hrynja og bara að gera þeir klofni sem flestar einingar og þeir eittu massa orku í það að láta á klofna þannig er það ekki ógnandi stórveldi. Sama gegn Júgóslavíu. Kosovo, Vesturlönd bara viðurkennum Kosovo,
viðurkennum Slóveníu, Króatíu, bara kljúfum landið, skilju. Og það var alveg bara, það þótti bara rosalega eðlilegt og fínt að Vesturlönd og Ísland alltaf, var að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna. Ég er alveg sammála að þeir eru að vera sjálfstæð því að þau eru bara, þetta bara sér fólk með sér menningu sem að ef þeir vil ekki vera undir Sovétríkjunum, bara sjálfsagt mál. En þess að skilji til mér ekki af hverju Krímskagan ætti að vilja vera undir Úkraínu þegar enginn á Krímskaganum vill vera undir Kiev-stjórninni. Nei. Ég skil alveg, ef Kiev-stjórnin vill fara í Evrópusambandið, bara let's go. En ef Austurhéruðin, Donbass-héruðin, Donetsk og Luhansk, ef það er allir rússar þarna. Og þeir vilja vera undir, í hluta Rússlandi eða í meiri sambandi við Rússland, allavega ekki undir Úkraína sem er orðið massa rússa hatur. Það er bara sem að Kýf-stjórnin hefur verið að keyra á. Ég meina, af hverju ættu þeir ekki að fá sjálfstæði eins og Kosovo eða Eystrasaltsríkin? Mér finnst það bara sjálfsagt, mér finnst bara fínt að Rússar lýsi yfir stuðningi við sjálfstæði þeirra. Það verður aldrei friður þetta. Það er búið að vera stríð, borgarastríð á milli Austurhéraðanna og Vestur-Úkraínu síðan 2014. Það eru sko 10-20 manns búin að deyja þarna. Og þú veist, og Úkraínu er stanslist búin að vera að skjóta stórskotaliðsárásir á Austurhéruðin. Rússir fyrir hann inn núna og sama hvað fólki finnst það er ekki verið, það er stórskotaliðsárásir eru hættar. Já. Fatti? Þannig að, og nú er ég ekkert að segja, ég er bara að segja hvernig staðan er. Það getur vel verið að við séum ekki sammála því eða okkur finnist að sé vera að brjóta alþjóðleg. En hvað var það þá þegar að Vesturlönd létu Eystrasaltsríkin og Kosovo og fyrrverandi Júgóslavíulöndin fá sjálfstæði svona? Ég meina, ég þoli ekki hræsni, sko. Og ef eitthvað sem kaninn og náttúrulega þessi halaróa af pulsuhundum sem leiðtogar Evrópu eru, gagnvart Bandaríkjunum, það er helst að Frakkland stundum þykist vera svona sjálfstætt ríki, stundum Þýskaland. Þýskaland hefur alla burði til að vera leiðtogi í Evrópu. Evrópa getur alveg siglt mjög vel frá bara sayonara og kanan og bara nú er þið bara skítið ykkur þetta. Þú veist, og bara vera hluta heiminum, skilur. Framtíðin er í austrinu, þú veist, og það þýðir ekki það að þá byrja að kaldast í þessu appar eitthvað bara, já, bara það er allt svo hræðilegt í Kína. Það er enginn að segja að við ætlum að verða Kína. Við gerum bara hlutina eins og við viljum gera það og Kínverjar gera eins og þeir vilja gera það. Það er ekki Kínverjar sem eru með 900 herstöðvar eða hvað það nú er út allan heim. Þeir eru með eina herstöð utan Kína. Bandaríkin eru með 900 herstöðvar út allan heim. Þeir hafa ráðið heiminum síðan seinni heimsstyrjöld. Og Bretarnir eru með einhverja 100 herstöðva sem er bara fyndið tjallinn að þykjast vera ennþá þú veist, með sína innvensluðu kóngafjölskyldu bara búin að sofa á sískunum í 100 ára bara á skökkustu tennur. Það er bara eins og menn segja sko þegar Guð var að skapa heiminn og einnan 6 dögum bara í að skapa heiminn. Nei, hann eitti sko þetta var sko, dagur var næstuð búinn, þetta var 7. dagurinn. Nei, hann hvíldi svo 7. degi. Já, þannig að þetta er á 7. degi. Og svo bara, þú veist, hann var bara anskotin, ég glemdi að skapa hérna tennur í englendingin. Hann tók bara lúku og grýtti upp í hann. Skilur, þetta er sköpunarsann. Þú veist, og England náttúrulega sem er bara búin að sko nýlenduvæða, þrælavæða og arræna og veist, heiminn allan ógeðsleg saga. Þú veist, og þetta eru munið, þetta er allt valdhafar, þetta er ekki, þú veist, venjulegt fólk er annarkvæmt gabba í þessa vitleysu eða bara refsa fyrir að vera á móti. Þeir skrifa þetta. Já, ég meina, þetta er sama hvað landi í heiminum í sögunni, þetta er alltaf eins. Þetta er valdamesta liðið sem er alltaf að koma okkur í stríð og leiðindi. Og sjáu bara mjög gott dæmi. Evrópa var bara í stanslausum stríðum innbyrðis. Og af hverju var það? Var það vegna þess að venjulegur frakki, þú veist, hataði venjulegan Breta eða eitthvað. Þú veist, jú, menn gera grín en það er ekki eins og þeir hati hvern annan. En af hverju var þá farið í stríð? Það er vegna þess að kapitalistarnir, þeir sem áttu peningana, þeir bjuggu til þessi stríð. Eftir seinni heimsstyrjöld þá hugsaðum við hvernig á við að hafa frið í Evrópu? Jú, búum til tollabandalag. Tengjum saman hagsmuni kapitalistana á milli veldana. Evrópusambandið byrja sem tollabandalag. Þannig að kapitalistarnir í Evrópu hafi sameiginlega hagsmuni. Þannig að verði engin stríð. Og hvað gerist? Ekkert stríð í Evrópu. Skilur fyrir náttúrulega bara Júgóslavíustríð. Fattu hvað ég meina? Já. Þannig að þú veist,
þetta ríkasta lið, það alltaf að búa til stríð og vesinn nema bara til þess að geta selt til mis vopn Eisenhower sem var sjálfur hátsettur í hernum áður hann var fórseti hann varaði við þessu við erum að sigla tíma þar sem að einkarekin vopna iðnaður mun búa til business fyrir sig með öllum ráðum the military industrial complex fólk getur lesið þessa ræðu og við erum á þeim stað að það er verið að búa til business fyrir kapitalista það er verið að búa til sjúkdóma, það er verið að auðmingjavæða mannskap, það er verið að gefa lifið öllu akkur vegna þess að lifjiðin allir engavættur og þeir verið að selja fólki það er bara sama, fólk má ekki fá bara blóðuna sig, og þá bara kemur Pfizer og félagi bara I got you skilurðu og þetta þýðir ekki meira heilbrigð það þýðir fleiri sjúklinga fleiri skilgreiningar á hvað er að vera veikur og eitthvað fyrir hergagniðina búið til fleiri stríð og þeir segir það skiptir engum alveg hvaða land tapar eða vinnur í stríði vopnaframleiðendur vinna alltaf þannig að við erum okkur stjórnaða örfáum ógeðslega gráðum kapitalistum og það er ekkert neinum í hag sko. Nei, en getum við borið það saman við að því mér langar smá í tvískinnungsháttin sko varandi af hverju ekki búið komið viðskiptaþvinganir á Ísrael til dæmis af því að Ísrael eru bara sko það sem kallar settler colony þetta eru bara svona nýlenda sem á að passa upp á hagsmuni Vesturlanda í Miðausturlöndum þeir eru með hlutverk Bandaríkjastjórnin með mjög skýrt hlutverk fyrir Ísrael vera þarna alveg á besta svæði varðhundur fyrir þá hagsmuni þeir eiga 100 kjarnorkuvopna og þú veist pældi það er búin að vera bara þeir eru búin að eiga það í áratugi en fjölmiðlar og stóru corporate fjölmenn þeir tala bara eins og þeir sé ekki með kjarnorkuvopn það vita allir með fucking kjarnorkuvopn fake news geðviki þú veist og þeir þjóna hlutverki Vesturlönd er alltaf í sinni hræsni þeir segja bara já þú veist það er ekki gaman að vera hommi í Rússlandi og ég er alveg sammála það er ömuleg lög sem kirkjan sem að stjórnvöld af því að kirkjan hefur runnið svolítið mikið saman við stjórnvöld í Rússlandi sem er mjög óhuguleg þróun en hún er leitt af sér að það er bannað að vera hommi opinberlega. Já. Það er nú bara svo í sjálfstæðisflokknum sko. Bara hann þú mátt alveg homma skilur en ekki hérna skilur. Skápurinn er þarna, gemildansk. Og það þýðir náttúrulega það að það er verið að nota það sem einhverjum áróður í Evrópu, svona einhver svona júrókratar, eitthvað svona neoliberal apakettir í Evrópu, þykjast tala eins og að skipti á máli að það sé leiðilegt að vera hommi í Rússlandi og vont að vera hommi í Rússlandi á sama tíma þegar Sádi-Arabía eru með einhver ástæði til að fá í heimsókn leiðtoga Vesturlanda mættir og það er nýbúið að skera hausinn á 20 hommum, skilur við. Fattu hvað ég meina? Hræstin er svo yfirgengileg eða hendar hagsmunum valda aflana, stórfyrirtækjana sem eiga Vesturlönd, þá mun ekki vera fokkað í þeim. Það gildir að sama öll verstu ríki sem kenna sig við Íslam, sem eru sko Bahrain og Katar og Kúveit og þetta. Sem, þau ríki sem eru komað óorði á raun og veru Íslam, þau eru bestu vinir Vesturlanda. En síðan kemur kannski bara einhver progressive, bara moderate muslimi sem að gerir eitthvað á hagsmuni Vesturlanda, þá er hann útmálaður sem eitthvað vondur muslimi og þá er hann drepinn, skilur, og þeir ræna völdum og við séum þetta bara ítrekað í Vesturlöndum. Þannig að, og þú sér þess að hræsni endalaust, þannig virkar þetta gagnvart Ísrael, þannig virkar þetta gagnvart Rússlandi, Kúbu, Venezuela, öllum Íran, öllum vonduköllunum. Og nú er ég ekki að segja, nú er ég ekki að telja upp, skilur, nú er ekki að segja að Íran sé eitthvað bara fullkomin ríki. Ég er bara ekki að tala það. En ástæðan fyrir því að Vesturlöndar ráðast gegn Íran er ekki út af því að þeir eru með sharia lög eða hvað nú er. Þeir eru að ráðast gegn vegna þess að þeir eiga sinni auðlindir og þeir hlýða ekki þegar Vesturlönd segja með hegða sér. Samangátt Rússlandi, Venezuela, Kúbu, Nicaragua, Bólivíu, öll þessi lönd sem að lenda í viðskiptaþvingunum og hernaðarárásum og svona covert aðgerðum, CIA, þeir eru með brjála budget bara í að búa til óanægju, innan landana, búa til mótmæli og og ef einhver heldur að ég sé einhver samsvæðs, þá bara að lesa það hvernig þeir komu Mossadegh lýðræðislega kjörtum sósíalista í Íran frá völdum og komu basically sjanum tilbaka sem að raun og veru þessi klerkastótt sem er núna, hún kemur í kjölfarið á því, þið geta bara ekki sjálfsögum kennt með það, þeir kenna þetta, CIA eru mjög stoltir eitthvað, þeir rændu völdum með svona bara algjörlega gerfi mótmælum
Þetta er allt bara, fólk getur bara, þetta er 0 Alex Jones kjafta, þetta er bara eitthvað sem í alvörunni bara, sem vitað. Þeir eru alveg stoltir að því hvernig þeir gátu rænt völdum af manni sem ógnaði hagsmunum stóru olíufyrirtækjanna, sem höfðu hagsmuni af því að Íran væri að gefa bara olíuna meira að minna, mjög lágu verði til Vesturlanda. Þannig að hræsnin er endalega svo ófucking þólandi í leiðtogum Vesturlanda og leiðtogar Vesturlanda eru stórfyrirtækin, svo eru þau með einn apakött sem þykir Biden eða Trump, þeir ráða ekki raskandi. Það skiptir engu máli hvað þeir eru að þykjast að gera, þeir gera alltaf það sami í lokin. Þeir fara í stríð, þeir skera niður til almennings, þeir gera erfiðar og erfiðar, þeir útrýma millisettinni smátt og smátt, þeir eyðileggja hluti sem að eru, þú veist, þú getur séð þetta ítrekka hvernig þeir eru búin að í græðginni sinni, þá eru þeir að eyðileggja bara, sjá bara eins og Boeing. Boeing er, þú veist, frá þeim tíma sem að svona, þegar neoliberalismin, sem sagt nýfrálshyggjan, hún er algjör djöflamerkur, íhalds gömlu konservativ gæði voru kannski, það var meiri heiður hjá þeim, ég ætla ekki að peppa á meira en það, en það var samt þannig, Boeing var, ef það kostaði pening að gera góða flugvél, þá eittuðu þeim pening. Hvað gerir nýfrálshyggjan? Nei, við viljum að hluthafarnir á Wall Street fái meira útborgað, þannig að flugvélarnar enda með að fucking hrapa í sjóin. Þú veist, Boeing Max maður, bara nýjasta, þetta er loka andvarpi á bandarskum kapitalisma þegar maður sá bara, þú veist, þannig að hræstin, það finnst mér verst af öllu, sko. Já. Heyrðu, ok. Já, skipting. Þetta var rosa skipting. Þetta var alveg, ég ætla ekki að segja lofraða, ég veit ekki hvað ég að segja. Nei, bara þetta er lofraða bara til mannkynnsins, en vissulega svona pyrringsræða yfir þeim sem að valda fólki, sko, mesta valda fólki í heimsins, sko. Já, algjörlega. Peytimenn eru sennilega hörðustu XXS Rottweiler menn landsins. Hvað segirðu? Þeir eru sennilega hörðustu XXS Hverju segirðu? Payday? Já, sjáum reikningshald og einfalda allt bókald fyrir millistór eða lítil fyrirtæki, einstaklinga. Elska þeir Rottweiler? Já, þeir elska Rottweiler. Þeir leggja inn á okkur motherfuckers. En þá langar aðeins að fara yfir þetta tímabil. Já. Þá erum við að tala hvenær byrjar þetta? Þetta byrjar sko, svona, við byrjum að hittast 99. Já. Svo vinnum við, og það eru nokkuð gig og svona bara afhugast ykkur svona, svo vinnum við músitörunni 2000 og þá sér maður að það er komin bara metnar og alvar í þetta. Þannig að það er verið 2001, það er bara mannaskiptingar fullt af þeim. Þannig að 2001, þá er verið svona kjarnin komin og þá kemur platan, fyrsta platan. Þetta er verið lestin er bara komin á fullt 2001. Já. Þannig að þá er Leifur 3 ára. Átt þú 3 ára. Já. En það veistu hvað mér finnst svo geðveikt að þú veist að það er, þú veist, ég á fullt af svona gömlu, ég er búin að vera að grafa að það er bara að biðja mig svo lengi hvort ég eitthvað gamalt Rottweiler-dót. Þannig ég er búin að vera að grafa upp úr kössum fullt af dóti og það eru ykkur 15-16 ára dúttar að koma og kaupa mér eitthvað svona það voru ekki til, þetta var plaggut og limmiða og gamla diska og svona. Mér finnst það geggjað, og þú 3 ára, þú veit alveg hvað að frétta. En Rottweiler hafa náttúrulega alveg, við hefum alveg gefið allt reglulega út. Það er ekkert mörg ár síðan þannig, 4, 3, 4-5 ára eitthvað síðan að við gefum út neglu og þú veist og Kim Jong-un og blúsandi og allt þetta, sko. Þannig að við hefum alveg svona mynd á það reglulega, sko, geggjað og 3 ára. Hvað er uppáhaldslægið þitt? XXX. Þetta er ógeðslega erfitt að segja, sko. Þetta er svona þetta er ógeðslega erfitt að segja, sko. Gamla klísjan með börnin. Þetta er nákvæmlega, ég var að fara að segja, ég bara er ekki ómikið klísja. Þetta er alveg þannig, þú veist, mér finnst þetta allt geggjað, en ég meina, þú veist, það er náttúrulega, sko, Blasoka Akbar, skilur. Það er klikkað lag, sko. Ok, Blautt Malbik, það er eitt af mínum bara bestu lögum, þú veist, og ég meina eins og ég segi, Rottweiler eða Blasoka, þetta er allt tengt, sko, þótt það kemur út úr Rottweiler-plötunni. Þannig að ég held að Blautt Malbik og Blasoka Akbar, en síðan að sjálfsögðu þér ekki bóðið sem þetta sakamál og þú veist,
þetta allt geðveikt. En var ekki ógeðslega erfitt á þessum tíma fyrir því á lausu að fara niður í bæ og finna kerlingu? Þessum tíma? heldur að sé einhver mínúti í mínu lífi senastu 22 ára sem að sé auðvelt eitthvað að reyna að fara einn heim sko. Ég bara heppin ef fyrir 2 heim sko. Já, ok. Þú veist, þannig að þú veist það náttúrulega bara æðislegt að svona mikið að notalegum vinkonum sem að hafa góðan smekk fyrir góðri tónlist og með því. Já, var þetta bara upp á aldamótum snöggt stökk, gerst það hratt? Jú, sko málið þetta gerist náttúrulega og Rottweiler náttúrulega að vinna músitiluninu og þú veist, og tónlistarheimurinn veit alveg hvað að frétta og hvað í gangi. Já. Svo kemur náttúrulega en sko Johnny Nass springur út skilurðu upp úr 2000 og það að vera í sjónvarpi ég átta mig ekki svona á því hvað það þá svona frægðar geðveiki gerist ef þú ert í sjónvarpi myndrænt skilurðu sjónrænt frægð svo rosalega og það var rosalega erfið ég var ekki alveg tilbúin í þetta sko. Hvað ertu gamall hana? 22, 23 eitthvað sko og það sprengja sko. Það var alveg, ég ætlaði ekkert að vera eitthvað frægur skilja, en það hefur bara skipt engum mál hvað kemur til þín í lífinu þú horfir bara yfir það og bara, ok, nú ég veit alveg hverju ókostirnir en hverju kostirnir? Nú full nýti ég kostina þú veist, og þá verða ókostirnir við að vera frægur bara allt í lagi skilur þannig en fyrst til þetta gerist þá var ég bara hvað djöfullin og líka því ég var svo frægur fyrir að vera eitthvað típa sem var grín bara, ég var bara hvað grína skilur Johnny Nass bara eitthvað eitt feskur og Hamraborg hann var úr Æsufellinu minni mig Johnny Nass var og það var bara típa skilur sem að mér varst ofta að fyndin skilur og allt í mig hélt bara allt Ísland að þetta væri ég og það var alveg hræðilegt skilur þannig að ég svona en svo bara þú veist eins og ég segi, maður bara fattar hvað kostirnir við það og nýtir þá, fullnýtir þá ég meina það er ekkert leiðilegt að fara að þurfa aldrei að bíða í röð og drekka frýtt eða hvað skilur það er að koma alltaf kostið með þér. Já, við tökum því. En seinni helmingurinn er einmitt Johnny Nass, við ætlum bara að spila við Johnny Nass. Já. Fáum við comeback? Sko alltaf, maður fattar strax sko eftir seinni seríuna Johnny Nass sem kemur út 2002 eða 2001, ég maður ekki alveg. Það var mjög erfitt að seinni seríunni og labbaði fullt að liði bara út leið að sá að þetta var ég. Já. Þessi Johnny. Já. Þetta snýst svona Sacha Baron Cohen náttúrulega með Borat og svona, það er svakaleg vinna sem hann setur í förðun til að menn fatt ekki hvað er í gangi. En það kom comeback 2012, sérst þriðja Johnny Nass serían. Gallin var að það var í lokari dagskrá hjá Skjá einum og þeim tíma sem að þeim tíma sem að Skjá 1 var komið í lokaða dagskrá þannig að það fór fram hjá allt og mörgum sko. En það var geðveik sería, hún var í alþjóðlega, ég var að ferðast alla Evrópu og ég fór til Tyrklands og hitti Hali Mal. Ég held að sé bara eina viðtalið sem hann hefur hlift í skilur og var að kaupa börnin tilbaka. Ég meina fyrir þá sem maður þekki ekki þá sérst Hali Mal er svona átti sérst íslenska konu og þau áttu 2 dætur og svo bara allt í einn daginn þá bara hann bara sayonara bara með baby sinn til Tyrklands og bara fer bara í moskuna og fær sér skegg og bara turban og bara feskur bara í Tyrklandi með dæturnar og þær fá ekki að sjá mömmu sína og svo bara hann að býja eftir að komast á giftingaaldur þannig að geta giftar bara og þú veist og hún fer að hverja að fá tilbaka og þá er bara vopnaði menn í réttasalnum og hótanir og bara einhver geðveiki sem að þetta var rosa mikið í fjölmiðlum og Halinn var ekkert endla mikið svona að taka þátt í viðtölum við íslenska fjölmiðla en ég fór bara heim til hans bara og var bara að kaupa börnin
Það bjóðast til að Johnny var eitthvað að spyrja en bara Johnny var eitthvað bara en ef ég giftist þeim báðum og þá var hann eitthvað bara já, nei, sko þær eru giftar ég bara, en ef ég drep þá og giftist þeim báðum hann bara, nei, og borga og kaupiðar alveg geðbilaðar, sko það mjög dodgy dæmi var hann í Austur-Tyrklandi það sem bara, þú veist Tyrkirnir í Istanbul sögðu okkur, ég veist ekki vera að taka þessi áhættur að vera niður í Austur-Tyrklandi þetta svona staðar sem eru svona bara heiðusmorð og bara engin fréttir það aldrei, sko en Halinn var alveg höfði heim að sækja það engin líf, sko þannig að það var þriðja sér hann hún þarf vel að þurfa fleiri að sjá hana, sko og hina líka Já, þú átti þetta efnið ekki? Jú, ég er búin að vera að skrapa þessu saman og þetta er alveg þetta er stórkostlegt, þetta er algjört kjátaði þetta er geðveikt stöf, sko Já Þetta, ég finn ykkur að leið að koma þessu til Pöbelsins Já, þú verður að gera það ef þú fáum bara nett Powerrank top 3 dáðustu sinni Kópavogs frá Blas Finnbogi Rútur Valdimarsson vestusku sósíalisti faðir Kópavógs sem Rútstúni heitir eftir gæinn sem að byggði upp Kópavog bæjarstjóri Kópavógs ég myndi náttúrulega alltaf segja að þú veist og maður má ekki nefna sjálfan sig Jú Já, þá er ég alltaf sko Ok, og bara einn eftir fucking erfitt maður, ég meina við eigum þú veist Mér finnst Dr. Gunni geggjar, mér Sigurjón Kjartason geggjar, ég elska líka bara Jóa Hjólunu og þessa meistara, skilur þú veist, Steppi Gate, algjör kóngsi. Þetta eru svona local legends sem þú sér ekkert framan á bæjarblöðunum, en það er líka enginn sem lesir sér bæjarblöð. Ég veit ekki betur en að ritstjónin séu garbaðingur, sko. Eitthvað Kópavogsblaðið, bara takt þetta með, skilur. Sett þetta í Teslunar og brunað og bænum gemeldansk þú veist erfitt að segja leifum Dr. Gunnar og Sigurjóni Kjartasinni að deila Kalda hverju Hjörvar Hafleðarsson? Nei, Hjöppi minn maður líka alveg, sko en ég veit þetta getur ekki satt með að nefna þrjá, skilur það er rosalegt magn, skilur og Cesar A sem kemur mér inn á að rappa á íslensku, stóri bróður minn Þú veist, það er rosalegt magn af stórkostlegu fólki, skilur Kópavogurinn, gamli Kópavogurinn bara svo þú veist, og svona low-key lið, þú veist, þetta er svona þetta er ekkert frækt lið við þekkjum þá, við elskum þá, skilur Jóa Hjólunu, ég meina, gæinn bara að keyra hann bara með græjur, bara eins og hann sé bara að fara út í game, skilur og bara á hjóli, hann bara, við veitum hvað gæjar að tala um hann bara með kasketti og geggjaður, sko Klest, hann var eitthvað hann var hérna strætó, hann keyra niður Auðberg, Kópavogsstrætó svo hemlar eitthvað strætó, sko Jói Hjólunu var hérna fyrir aftan, sko og hann einhvern veginn bombar aftan á strætó og allir bara, fuck maður og strætóbussi stekkur upp og tekka hvort það sé ekki lægi með en áður en hann að losa sig bara og fara út, sko þá var Jói Hjólunu búin að hlaupinu strætó er ekki lægi með alla hann hélt bara að vera að sigla Herjólfi, skilur, gegnum Súesskurðinn, sko bara á hjólinu, sko þetta er náttúrulega kóngs og náttúrulega Össi sem hafa búin að vera að sjá Hamraborgina sem er alltaf þarna svona eins og hringjan í Hamraborg hann býr bara, úrslega mikið í svona einhverjum klefa þarna í bílastöðunum til Hamraborg ekki meistari, sko Sölvi bróður hans, algjör kóngsi rosa mikið af þetta er svona mjög mikið lokal vesturbæjar og miðbæjar Kópavógs dúta, þú veist, salakverðið hefur ekki hugmynd, þeir eru bara ekki, bara, þú veist skilur þekkja þessa sögu ekkert, sko. Nei, það er rétt hér. Næsta spurning er sem sagt til eitthvað beggja. Birkir, þú ætlar að byrja því að svara því hver uppáhalds matsölustæðurinn í Mosfellsbænum? Mosfellsbænum? Já. Það er Barjón Mosó. Það er Barjón Mosó, ok. Erpur, þinn í Kópavoginum? Ég myndi segja að ég meina Flatbakan það er rosa mikið go-to pizzustæður en hann er náttúrulega öfumegin í Kópavogi, sko. Hann er ekki inn í 200. Hann er ekki rétt. Ekki að búið Dominos. Já, það er sponsorinn ykkar. Já, ok. Ég er rosa mikið flatbökum fjæs, en ég verð að segja að ég er svo mikið í tælensku mat og asísku mat. Og besti tælenski staðurinn er Bangkok í gulri götu Smiðjukverfi.
og þetta var ekki racist, hún heiti Gullgata hún heiti það Ok, og á leikjagötunni hvað bestu mattsölu þar? Ég myndi segja Messin Ég var að vona að myndi koma með Erpir eitthvað svona austur-asíst eða asíst bara. Já, ég meina Bangkok í smiðukrönu er tælitingar hópastanga. Já. Bandtæjarnar í Reykjavík allt og dýr. Já. Tælitingar bara og pantar alltaf bara 20 rétti og eru síðan nart í alla. Þú veist, konsepti virkar ekki á bandtæði með bara 50-60 skall bara fyrir 3 að geta. Bangkok svona, þú veist, og þeir eru með Ísarnseðlin. Ísarnseðlin, það er sko uppáhalds héröðin minn í Tælandi í matalega séð. Það er austur héröðin sem liggja að Laos. Þannig að mér skilst það sé svona Laos matakir sem sterk það líka. Það er ekki svona mikið, það er alltaf ferskt, súrt, sterkt. Já. Og þú veist, þetta er seðl sem þið sjáu ekki, sko. Þetta er seðl sem er ekki upp á borðum. Okay. En prófa að name-droppa gammeldansk og þá draðar þetta fram og þetta er sko namtok nautakjötsalat, ég er búin að senda rosalega mikið að liði í þetta er svona, og þetta er ógeðslega holt allt, það er ekkert eitthvað djúbsteikt, það er ekki svona kókosmjólk og karrí og hvað svona, þetta snýst allt úslega fest, allt úslega mikið svona salat, sjávartasalat, nautakjötsalat og svona labb og alls konar fínir, þið getið tjekka á því. Við tjekkum á þessu, ekki spurning sko. Heyrðu, Barjón Mósumenn, þeir eru harðir Blas Rocka og þeir eru áhuga sem að vita hvað var til þess að þú hættir ekki XXX en þú ákast að vera sóló. Fyrst spurning frá það með af hverju þetta rýbrand úr Blas í Slagi Babarinn? Já, sko ég hef verið kallaður í mínu vinahóp Slagi Babarinn og Slagi og Babar og svona, þetta hefur verið svona mikið notað lengi, mjög lengi þetta er ákveðið svona vibe, ákveðið svona mode, Babar mode sem sagt M-O-D-E sko sem að þetta er ákveðið svona stemning og þema svona og ákveðið svona hegðunarmynstur þannig að ég hef verið kallaður þetta mikið og náttúrulega Instagram mitt og fólk er náttúrulega sjálfsögðu að adda mér á Instagram og sjá Slagi Babarinn? Já, kíkja inn í heimslaga Babarsins en ég er náttúrulega alltaf Blas Rocka skilur Slagi Babarinn lagið er Blas Rocka lag sko þannig að en ég svo ánægð með hvernig blandar sponsorliðin inn hver áaftur Barjón núna? Óli Valur, kóngurinn Byttu, er Simmi Vil? Nei, Simmi Vil er átt. Hann er átt? En hann er með Barjón í bæja? Já. Er þeir ekki að sponsa? Ég er típan af Barjón. Ég er samt að því að Simmi er kóngurinn. Simmi hefur drukkið mig fullan þá ofta ég stend með Simma, en ég meina Óli Valur getur alveg bætt úr því. Já. Ef hann sér mig að einhvern veginn veblast strætin eftir apríl, í apríl þá skal ég er rosalega lausláttur þegar kemur að frí áfengi sko. Já, Óli, heyrðu það? Þannig fanga til, þá er ég sem að vil megin í Barjón fjölskyldunni en þú veist umgengnisrétturinn hann getur flakað á milli 1. apríl En þeir eru með fleiri spurningar að segja sko, er það rétt? Og þeir spyrja aftur sko, Óli Valur, hann spyr er það rétt að Copacabana-platan hjá Blas Rocka sem mest selda rappplata Íslands ever? Nei, fyrsta sko Rotterdam-platan, hún er platínuplata. Sko, Kvara sín náttúrulega voru með alþjóðlega sölu. En ef við erum að tala um íslenskt rapp á íslensku, þá er sem sagt Rottweiler og Copacabana langmest seldu rappplöturnar. Já. Sem sagt, það eru platína, það er gull og Copacabana er gullplata. Með þess að þeim tíma sem að diskarnir voru alveg bara hraðlega út, það finnst mér nokkuð. Ég held að Copacabana hefði alveg dundra í platínu ef hún hefði komið, eða væri keypti diskar á sama hátt og var gert þeirra fyrstu 2 Rotterdam-plöturnar. Seinni Rotterdam-platan fór í 18 stendug eða eitthvað, þannig að hún er samt ennþá bara gull. Fyrri fór yfir 10.000 og þá var hún platína sko. Copacabana var hérna akkurat í hnignunni. Já, sko basically það þurfti að hafa miklu meira. Ég var að árita diska og aðfangata til klukkan 7. Shit. Þú veist, því að þegar diskunum var að fara út þá þurfti að
gefa fólki ástæð til að kaupa disk þannig ég áritaði bara öll eindökin skilur og ég náttúrulega líka bjóð til sko díla með alla tónleikana tók alveg svaka sirpa á NASA með tónleika, Copacabana tónleika þar sem að þú veist verðið, þú veist, borgaði eitthvað smá meira eitthvað og þá kom diskurinn með og svo náttúrulega textarnir, skilur við en ég meina, þú veist núna erum menn að tala vínil sko, það er ekki að bera það saman, það er gaman vínilpæling, við höfum aldrei gefið út á vínil en það er náttúrulega bara lítill hópur, þetta eru 200 manns á Íslandi sem er eitthvað pæli í vínil en við erum svolítið að degra við það, hvort Rottweiler ætti að gefa út til með afmælisins á vínil sko en já þannig að Rottweiler og Blasrock að vegum allt með selda rappið á íslensku bara að segja að það haldið til haga sko ég kann plötuna hérna utan að Copacabana sko þarna ég ætlaði að spyrja hvað það var eitthvað Compact XX en þið eru að mæta á Kótiletuna og þjóðatíð líka ég meina við vorum bókaðir á þjóðatíð senasta sumar og ég gerir ráð fyrir því að þeirri hátíð bara verið frestað það er ekki bara að tala neitt þjóðatíð ég gerir fastlega ráð fyrir að þjóðatíð verði og það eru sko við erum að taka fullt af giggum en síðan ætlum við að halda afmæli þannig við ætlum að túra all landið og taka alla stærstu stöðun landinu og erum að taka á virkudögunum öll litlu pleysin sem að hafa ekki fengið tónleika og minna ég bara svona sko sem að hafa bara, það verður ekki borgað sig að vera að fara á Þórshöfn en djöfull við til í það þú veist að vera bara með einhverju áhöfn í brælu bara 50 manns bara skíti í sig Rottweiler skilur þessi pleysi þetta skili skilur þetta er byggðastefna Rottweiler sko sko áður en við kveðum Rottweiler sem ég langar alls ekki að gera átti einhverja gamla góða sögu af Rottweiler í præminu það sem er kannski í brælunni bara einhverja alvöru jamsögu eða einhverja svona góða sögu þegar þú varst ungur sko eða núna allt þessar spurningar án til að byrja með eru Rottweiler alltaf í præmi og ég er líklega yngri en þú sko sjáum til en svona en sko það eru þetta er vola viðkvæmt mál sko af því að ég er alltaf að reyna að ég er drullsama mitt mannorðum að fokka sér en draga kannski aðra inn í þetta það er ein saga sem er svolítið góð það er við vorum nýbúin að spila fyrir norðan fylltum hann að káa heimilið og við erum að spila bara út allt, við erum að fara bara á Egilsstaði daginn eftir, þetta var svona svaka þétt helgi og ég er pappinn í hljónustinni, aðeins eldri en strákarnir og svona þannig að ég bara svona, nú förum við bara upp á hótel strákar, nú þurfum við að sopna, það er að vakna, það er flug daginn eftir og svo er ég bara þarna í Betsa og kemur sem sagt ónefndur Rottweiler meðlumur sem er með mér í herbyggi, hann kemur sem sagt seint og bleysaður, þetta var ég bleysaður líka en þú veist Lúlli semst hann kemur og með eina notalega með sér sko en gallin að rúmin lágu saman þannig að ég var svona að reyna bara að sofna eitthvað en einhvern veginn út af átökunum þá einhvern veginn færðist kynlífið alltaf einhvern veginn nær mér og ég var svona þreyttur og það var nokkra daga alveg að giggum og alltaf bara var ég eitthvað ranka við mig og það var alltaf einhverju líkamspartar og eitthvað dótari einhvern veginn alltaf á mér og einhvern veginn og bara undir lokin þá var bara verið að eðla sig ón á mér og ég bara hvað og einhvern veginn og káfið einhvern 4 hendur einhvern veginn svona og eitthvað ég bara þetta var bara svona þetta var hrikalegt og þú veist eitthvað undarlegt kynlíf í gangi bara eitthvað svona ég komið með þú veist hendurnar á furðulega staði og ég bara svona ég var bara svona, nei, þetta er ekki hægt sko, stundu það maður að vera pappi þannig að, já, ég sagði að bara, að því ég vil endilega að krakkarnir hafi gaman, þannig að ég bara, nenni að taka þetta á klósettinu sko, þannig að þá fekk ég að sofa sko, en það heyrðist, þú veist, það einhvern veginn brutu vaskin sko, þannig að það var svona, þetta var ekki alveg þetta var ekki alveg auðveld siglingin inn í draumalandi en allavega skárra heldur en að væri bara ég var að fá eitthvað sjók og bara einhverja pík í andliti maður og eitthvað túta þarna eitthvað og bara byrja að eðlilega sig og hóna mér bara svona með mig eitthvað í gíslingu sko og, já
Ok. Já, sko, þá er komið að því. Við viljum einfalda að vita, já, kannski ljósið þessar spurningar. Sambandstöðun Erpi, hann að föstu? Nei, ég akkurat núna er svona, hef ég ekkert óslega mikla trú á sambandi sko. Ég er svona mikið vera sko, skoða öll sambandsform sko. Og í Kóranum sko, þá getur átt 4 konur og og jafnmargar hjákonur eða eitthvað sko. En það er ákveðin leiðindi falin í því að þú veist að þær einhvern veginn hafa ekkert sama rétt sko. Það er ójafnrétti sem felst í því. Það er leiðilegt sko. Og svo fór ég að hugsa bara, þú veist, að vera með einni konu, þú veist, getur verið erfitt sko, og ekkert endilega út af því að þær séu erfiðar, við erfið líka, bara þetta einhvern veginn, mér finnst bara einhvern veginn allstaðar kringum hann einhvern veginn, bara einhvern veginn sambönd einhvern veginn eftir 3 ár, einhvern veginn súrna nema fólk bara eignist, skilur stationbíl og hund og þá bara búið að bjarga sambandum eða eignist krakka, eitthvað svona kjaftaði sko. Já. Og þannig að ég fór svona bara, en svona polymóri eitthvað svona, vera kannski bara eða 2 konur. Og þá sagði vinkona við mig bara, ég veit út lélir í starfsfræði, en hvernig heldur þú, ef það er erfitt að eiga eina konu, heldur það sé þá auðveldra að 2 konur. Þetta er veldisvöxtur sko. Já, er ekki rétt mat að þú veist, það er bara þetta er bara algjör þvæla. Ég sé allavega ekki lausnin í þessu sko. Það er engin lausn í þessu. En síðan er þetta bara, mér líður óslega vel einum. Já, einum, mér líður ekkert vel einum ef ég er að stunda kynlíf. Nei, ég var ekki að spyrja því. Alveg bara, mér líður best svona, bara ekki einnar í ruslu á mér, skilu. Það var ekki spurningin við, sko. Ég get sagt þér betur frá því, sko. Nei, en mér finnst, sko, ég myndi náttúrulega bara hengja með að vera ekki, ef maður þekkti ekki konur, sko. Mér finnst konur stórkostlegar, alveg yfirbörðar og þannig að þetta er ekki það, en þetta er bara svona. Hefur ekki trú á bara sambandi per se? Eins og ég held að það sé óslega mismunandi fyrir fólk. Ég held að það sé fullt af fólki sem að bara finni einhverja hamingju bara að vera bara í göngutúr í Fossvoginum með bara göngustafi og bara svona eins flíspeysum bara með nafninu og hvort öðru, skilur við. Bæði með gullkeði? Já, þarna strax þetta byrja að tala manna. Nei, þú veist, ég held alveg að það er bara búið að ljúga á okkur. Við erum alltaf búið til feðraveldi, við erum alltaf þessi Abraham trúarbröð, Íslam, gyðingdómur og kristni alltaf eru búin að segja okkur að svona eigi þetta að vera og allir finni hamingjuna og Adam og Eva vera saminast, manneskjan sé samin og prestarnir eru búin að hamra á því og það er fullt fólki sem verður hamingjusamt þannig og ég er aldrei að segja fólki að gera hlutina öðru seltum það sem að finnur hamingjuna, en það er ekki allir sem finnur hamingjuna. Við erum strax bara í mörgum tilfellum bara vill gaur vera með öðrum gaur eða stelpa vera með annarra stelpu eða þú veist eins og pólísamböndina sem eru kannski fleiri aðilar í einu sambandi. Þetta er milljónar aðferðir. Ég veit bara ekki andlega hver er aðferðin sem henda mér. Ég veit það bara ekki. En það bara, kemst maður bara að því en ég er ekkert eitthvað, ég sef alveg yfir þessu. Þetta er ekkert ég hef aldrei hugsað eitthvað svona ég verða ná mér í gellingu, skilju, og krakka eitthvað svona, það snýst bara um hann að maður sé hamingjusamur, skilju. En ég er alveg sammála þessari nálgun hjá Erpi, sko, að það er rosalega oft hortið þess, bara ef þú lifir ekki bara í þessum fjölskyldu kassa sem er búið að búa til, að þá ertu bara vonlaus. Það er ekki þannig. Það er ekki þannig, þú veist, ég meina og ég hef aldrei sagt ég kem ekki og boða eitthvað fagnar en þetta er bara, herðu, ég er ekki að fara bara í þú veist 11 manna blokkirnar bara í Vesturbænum í Kópavogi og segja bara, herðu, þetta þú gamla maður, þetta er alveg búið spilmaður, ég meina hvað akkur það er ein á neðri hæðinni og hann að missa mannin sinn, maður vilti ekki bara jazza það hans upp og þú veist, ég er ekkert að segja neinum hvernig það á að gera eitt en eitt, en samfélagið er alltaf að tróða upp í raskat okkur hvernig við eigum að gera samkvæmt einhverju furðulegri hugmynd bara þessar trúarbragða sem að þótt að við séum ekki trúið svo mikið lengur, þá er svo mikið síðum og hefðum og það verður alltaf gild alla, það er alltaf verið að svona skilur við, en við erum sem betur fyrir að þróast mjög hratt í það að fólk bara hafi frelsi
og til þess að finna sína hamingju sjálft sko, eins og ég segi svo lengi sem er ekki fórnarlamb þá er ekki neitt ránt svo lengi sem enginn skadast þá er ekki til neitt ránt í heiminum það er svona mikið af hlutum sem eru settir upp sem eru rángir, siðferðslega rángir ef það er ekki fórnarlamb þá er það ekki ránt þú veist, ef þú lappar á draslinu heima þér þú veist, það truflaði ekki neitt sko, í raun og veru truflaði ekki þóttu labbaði niður Laugaveginn á teatlegnum, skilur alltaf ég lít þannig á, þú veist en það er svona smá deilum það, kannski óþarfi að það er blóð í honum og krakka nálægt það er líka, láta það vera með blóð í draslinu og það labba á ruslinu niður Laugaveginn please verður það alltaf í einhverju góðum leðurfrakka já, leðurfrakka það vesti bara kannski það já síðu leðurvesti það geður ekki búningur en hreyfilsmenn, þeir eru miklu ákvæmmenn hús já það er lígi sko en afi minn var einn af stofnendur Hreyfils það er svoleiðis það var samvinnufélag það var mjög flott rekstra fyrirkomulag sem að síðan breyttist náttúrulega en já, hann afi minn var stoltur Hreyfilsbílstjóri já, einn af stofnendur, það er hansi töff en þeir voru mjög ánægði með í þættunum hjá Auðablöð, tónlistafólki okkar já það var geðveikur þáttur mjög góð það er rosalegt hvað hann lifir það er alltaf verið að minnast á þetta sko Allan sem að helt utan þetta og Öddi þeir eru helviti góðir sko líf mitt er skemmtilegt sko en þeir náðu sko svo rosalega mikið að það er ekkert alveg hver sem getur svona er þetta skilur þannig að já, það var mjög góð þáttur já og veit ég, já, greinlega góð einsinn hann fengu þetta þessi 225 metra höll sem þú býrði, ég myndi okkur að mörguleita á AH-höllina 225? Ég veit ekki 300? Ég talaði um mig Timburhús, hæðurís á steyptum kjallara, alveg við sjóinn hvernig kom það til á fluttuðangað og er það rétt að þú sért með bát hana sem kíkir reglulega á og tekur þér túr þar? Já, sko mála er að sem sagt það ákveðnum tímabúti þá byrja rottugangurinn sem sagt kapitalistandi fara bara gjössanlega full force inn í fasteignamarkaðinn sem búin að gera það er ekki nokkuð leið fyrir vinnandi fólk að leigja eða kaupa ég skynja alveg að þetta er þróun sem er allstaðar í kringum okkur þannig að ég eftir Copacabana eftir Copacabana ég allum tíma í að finna heimili sem er bara framtíðar heimilin sem ég ætla að búa í til deg það er að uppfylla fullt af kröfum en ég fór að skoða milljónir fasteigna í kjölfarið ég get ekki ég myndi hvergi annars að vilja vera sjálfsögur ég með bát ég hef siglt sko þegar fólk æði handbolta, körbólta, fótbolta við sem úlingar þú veist þá æði ég sund og siglingar og pabbi er átt skútu ég er á vestan skilur þú veist það eru bátar og sjór og bátar þetta er bara svona það verður að vera eins og ég segi, þú veist, lið sem sér ekki sjó bara þú veist, það er bara svo horfinn í raskat á þessu, skilja Selfoss, allavega og Egilsstaði líka allavega, sko, það sem gerist náttúrulega er það að ég er með stórkostlegan bát rosalega bát, hann er sko 10 manna björgunarbátur ofan að Skaga Herraklubbinu Fancy sem er yfirburaklúbbur hann hélt verkalýðsfancy núna 1. maí seinasta og við vorum með fullan bátinn af mannskap og klúbbnum í góðum feeling sko. menn voru í góðum feeling og það var verið að íta okkur svona að þetta er árabátur Já. Það er svo gaman að róa sko. og það var verið að íta okkur á svona jetski og einn nettu fellow sem var bara að setja góða ferð á bátinn og við erum alveg skríkjandi bara þvílíkur fílingur í mannskapnum sko. og svo bara þakka hann fyrir sig og snýr við og báturinn er komin á svakalega siglingu og við stýmum bara á bryggjusporðin sem er stiftur þetta er á Kársnesinu ekki ysta smábátabryggjan heldur gamli siglingaklúburinn þannig að það bara stýmir fast og það er einn mikill ostameistari Melli sem er smiður af vestan algjör kongsi sem kom nýrinn í klúbbin hann lafir svona bara alveg í stefninu þá lafir hausinn á hann svona framaf ég sé bara við erum að keyra
þetta stift og ég svona hugsaði ámaður að fórna haustum á mella eða ámaður að fórna bátnum og ég er svona ég er ennþá svona í vafum hvort ég tekið rétt ákvörðun en við björgum haustum á honum sem þýtti það að við dundrum á bryggjusporðin og báturinn sökk en báturinn heitir Titanic þannig að einhver tíma þurfti það að gerast þannig að hann er ekki á floti en ég er með mannskap við lögum hann næsta vor Já, ok, já, þannig að þú ert mikill sjálfstæðismæður raun og veru eins og Vinur okkar í sjálfstæðisflokknum þeir elska Blasrock og Arke Einarsson helviti skýta spons Hvað finnst þér pólitík á Íslandi? Hún er þú veist vestrænt lýðræði er mjög háð þeim sem að hafa mesta peningana það er engin undantekning Samherji og stærstu kvóta í Brim og fisk, seafood og svona, þeir eiga bara stefnumótun í þeim málum sem koma þeim við það er bara, ég meina, lögga send heim til að sko, þá að fara að yfirheyra blaðamenn út af því að þeir að segja hluti fyrirtæki sem er undir rannsókn sem að kemur okkur við þetta er lið sem að náðu með bellibröðum og lögfræðitriksum að einkavæða eitthvað sem á að heita þjóðareign það heitir ekki einkavæðing en þeir fá allt út í eins og okkar þjóðarauðlind við getum verið svo Noregur sem er með olíusjóð Noregur geta farið í 50 bankarhund skiptir ekki máli af því að auðlindi þeirra olían er sameign þjóðarinnar það er ekki snekkju peningar fyrir Þorstein Má eða Gumma Vínalausa eða þessa kvóta abaketti skilur þú veist, lífsbjörgin er tekin af smábátunum til þess að þeir geti verið að raða inn milljörðum í aflandsfélög þú veist, og þeir ríðu ekki bara okkur ég meina það er bara samanir í Afríku þeir eru gjössanlega búin að, þú veist, og ekki bara þeir það er bara að vera að arræna Afríku bara, sem er nú bara hefð fyrir því að Vesturlönd geri þú veist við sjáum ógeðslega sterkt ólíkarka Íslands kvótakóngana þeir eiga bara sjálfstæðisflokkinn Kristján Þór Júlíus guð minn fucking almáttugur skilur hann er bara og Ásmundur þarna á Eyjum menn þetta eru gæjar sem að mæta bara og þau kynna fyrst bara þú veist hvaða sko kvóta ólíkarka þeir er að þjóna nummer 1 svo nefnaði sjálfstæðisflokkinn skilur veist hvað að menna það er mjög ömurleg þróun það er ástæðan fyrir því að við fáum meðaldi þjóðunar er mjög lengi búin að biðja að laga þetta kvótakerfi þannig að sé ekki frjálst framsal eitthvað sem var byggt á veiðireynslu menn fengu kvóta á veiðireynslu þannig að menn í bransanum fengu kvóta hvernig er þetta í dag? Þorsteinn Már bara ég ætla að arfleiða rókafési sonn minn að auðlindinni og dóttir minn skíðadrottningin hvað í fjandan með veiðir einstaklega þeirra skilur þú veist, menn alveg sjómenn fá ekki kvóta til að veiða eins og fyrir vestan skilur ég var að googla þetta ég held að Samherji og Brim eigi 40% af öllum afla eða eitthvað álíka ég man ekki nákvæmlega hvað prósentan var en þú veist, þetta er, ég held að Brim eigi mest en þetta er allavega þannig að þetta er ekki rétt og það er ekki neinu breytt vegna þess að þeir eiga sko ekki og þeir eru alveg með ítök í fleiri stjórnmálaflokkum sko ég þól ekki sko þegar hagsmunir þinn á forríkum, þetta er bara saga heimsins þú veist, en saga sem þarf að breyta en við sjáum þetta mjög skýrt við sjáum þetta með fleiri hluti, við sjáum þetta með bara leið og kapitalistatinn geta grætt eitthvað óslega mikið þá er þeirra hagsmunir teknir fram yfir hagsmunir þjóðarinnar þú veist, við getum alveg fyrir að tala líkum það er verið að markaðsvæða orkuna skilurðu það er verið að berjast massíft baka tjöldin fyrir því að orkan okkar verði ekkert lengur sameign sem að við notum til að hita húsin okkar í fucking febrúar þetta verði eitthvað sem verði gert að gróðramaskinu þannig að þetta selja þetta erlendi til dæmis ég meina það er rosalegt lindamál að það er ekkert mál á næstu árum að búið til sæstreng þú veist og þá erum við tengdir sameiginlegum evrópskum erum við samt ekki að
og þá erum við að tala að þá þurfum við að borga sama verð og liðið niður í Evrópu. Ég meina að það ógeðslega margt sem þjónar ekki okkar hagsmunum. Af hverju eru bankar sem við björgum og eittum milljörðum í að bjarga og rétta úr, af hverju er búin að einkavæða þá til að þeir geti bara að fara og fíblast og átt snekkjupening og fara síðan aftur á hausinn og hringt svo aftur í Bjarna Ben og látið aftur ríki greið og sínum flækjum. Hagsmunni þjóðana og ég veit alveg að það alveg lið sem það ógeðslega mikið lið sem vil breyta þessu, en ég meina þetta er Davíð gegn Góliat sko. Já, en auðvitað á samt ríkið ekki eiga banka. Af hverju ætti ríkið ekki eiga banka nema þegar allt í hakki og þeir skulda gett mikið og eru á haustum, þá má ríkið eiga banka. Kapitalistar einkavæða gróðan, þeir einkavæða alltaf hagnaðinn og gróðan, en þegar þeir tap, þá er það þjóðnýtt. Það er kapitalismin og það er óþolandi. Skilur, af hverju var í lagi að ríkið eftir bankana þegar þeir voru með ræpu og búin að fara með þjóðfélagið á hausinn? Og síðan leið og þeir byrja að skila hagnaði og við erum byrjað að fá milljarða inn til að reyna að byggja velferð, heilbrigðiskerfi sem þarf að standa bara þvílíku sem dynur á heilbrigðiskerfum sem í COVID, fólki sem er á skítakaupi í fremstu víglinu og það er ekki að gera almennilega við þetta í kaupi, og meðan einhverju bankafés eru bara máta slaufur maður á bara einhverju margra miljóna kaupi, skilur, hvort er mikilvægara. Helmingurinn á þessu bankalið getur sleppt í að mæta vinnuna, enginn taki eftir því. Prófið að láta bara örfáanir á spítölunum ekki mæti vinnuna í COVID. Það er bara kaos. Þannig að við erum með allt of rangar áherslur og við verðum að hafa tekjur og það á að vera banki, þótt að vera bara einn banki sem er bara samfélagsbanki, sem vera engar hundakunstir, enginn að þykist að töff talandi við einhverja skyrtunappa tappegstar á Wall Street og vera einhverja töff eitthvað og fjárfesti í alls konar vitleysu. Akkur má ekki vera einn samfélagsreiki banki, það er ekki svona ríkisreikin. Það er bara einhver banki sem við mættum eiga sem að mamma mín og pabbi og foreldrar ykkar geta bara sett peningin inn og treysti að það er enginn sem var útskrifaður og HR, einhver Arnarnes plebbi sem er að fara missa allt niður sig, skilurðu, ævisparnað fólksins okkar sem eru búin að byggja upp þetta land, skilurðu. Gjalli með saman nastakt ræsli vilja pressfokkin hafa alltaf dansar í tag. Það er lýgilegt hvað þessi fjés eru miklu nöllar, svo eignast þeir pening og geta keypt sér eitthvað fram fyrir röð og flöskuborð og þeir ennþá dansa ekki í takt, þeir kunni ekki neitt. Þú veist. Nastakt ræsli. Já, nastakt ræsli, sko. Ok. Við erum eina frá bankamann, eða ekki? Jú. Ertu flokksbundin? Nei, ég er ekki flokksbundin. Ég er alltaf einn á stoppmeðlum með VFG og ég var mjög öflugur í Alþýðubandalaginu í Kópavoginum og í Alþýðubandalaginu yfir höfuð sem er fyrirrennari VFG. Mjög öflugur sem úlingur og en ég svo allt í einu bara einn daginn og var bara tómt á flokksskrifstofu VFG og ég maður bara fór að hringi í Kötu og félaga og þá voru þau bara á flötunum í Garðabæ, sko. Og það er búin í gangi núna meira en senastu 4 ár, þá er eftir þessi ríkisstjórn á stofnun, þá bara þessi flokkur bara gufað upp, skilur. En varst ekki bara svikinn, þú ert VFG-maður? Ég var það. Já, þú varst það. Þarna, þegar þið farin í þessi ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, þú lítur að bara kansilega þig. Ég var að reyna að orða það þannig að það er bara að vera að grilla mannakjöt þarna í Garðabænum og VFG er bara að snúa teininum, skilur. Já. Þetta skildi ég, núna skildi ég. Já, þegar þú veist, ok, þetta er svolítið dýpra vegna þess að munið, sko, Hannes Hólmstedt var þarna bara eitthvað, Hannes Hólmstedt, sko, helsti talsmann nýfrálsökunar, það er ekkert einkafyrirtæki nefnt, töttu í hugar ráðan í vinnu, það er bara harðasti ríkisstarfsmann sem til er, sko, gæðin sem tala fyrir einkaframtaki myndi bara, þú myndir aldrei fá vinnu, þú verður að vinna fokkin á, sko, þú getur ekki mögulega að vinna á Metro, sko, með þinn talent. Hann allavega var, hann sagði bara, já, sko, þú veist, sko, sjálfstæðismennir eru svona sem að græða á daginn og grilla á kvöldin, sko. Grilla mannakjötu bara af öryrkja. Þetta er bara sama Þorkell Máni sagði við okkur, hann sagði sko bara, Gunnar Einarsson, frábær, enda bæjarstjóri by the way, hann er búin að vera bæjarstjóri í Garðabæ núna í einhver 100 ár, sko. Það myndi engum í opinbergerinu þetta í hug að ráðana mann á 2,5 milljóna mánuði, sko. Nei, mér var líka ógeðslega fyndið þegar að Efling vildi fá almennilegt kaup fyrir þrif fólkið og það var bara, nei, það er ekki hægt, sveitarfélögin hérna.
og svo bara þá fórum við að skoða bara hvað bæjarstjóri Kópavogs og allt þetta lið, þetta er sjálfstæðisfés sem voru bara, við erum ekki alveg með burði til þess að borga, bara 15 krónur meira fyrir að þrífa, skilur, á okkur raskati, skilur, og þá var bara svona, öll þessi sjálfstæðisfés bara með einhver 1,5 milljón, og sama hvað skýta place það var með, ég var ekki bæjarstjóri bara hver að gerðist með 1,5, og við erum að tala með þessi gæjar, pingu lítlega sveitafélaga, þau eru með meiri herra kaup heldur en borgarstjórar Moskvu og New York og eitthvað. Ég held að New York hafa verið með inn í bara en allra stærstu borgar heim sem hvað eru þið að gera? Ekki var með þetta hver að gera, sko. Nei, en Kópó var líka þarna. Já, ég veit. Manni nákvæmlega minn, hann mætti nú alveg skera niður. Já, hann er hættur. Já, en eins og ég segi, ég mætti alveg skera niður kaupið. Ég hef sagt við hann hefur sagt því nú er ég reyna að vera ég Kópó hans með slaka, ég er ekkert eitthvað brjálað ég get alveg séð eitt og eitt sem hann hefur gert gott í sinni embættismannatíð en ég sagði samt en manni bara ég myndi fekk að skera með pungin eftir að kjósa þig en eins og ég segi það er ekkert persónulegt, við þekkjumst alveg við erum nágrannar og fýtt kall og svona en þetta er svolítið mikið svona það er, menn labba bara inn í hennan flokk og þá er þeir að vinna, gera hluti sem mér finnst ekki merkilegir Nei. En ef við vindum okkur bara í allt annað Já þurfum við að drekka Havana Club til þess að öðlast þína virðingu eða? Nei, raun og veru bara ef við förum inn í svona fagmennsku innan stífdrykkju þá eru til margir skólar innan Romsins ég er í þessu spænska sem er kallað spænski skólinn sem er í raun og veru það er Roms sem að flestir fíla skilur og þá meina ég allt þetta spiced dót til ekki með Captain Morgan og Sailor Jerry og svona, það er bara bragðefn ég nenni ekki rommi sem hefur sett bragðefn út í bragðið á að koma úr tunnunni Havana Club og kúbanski romskólinn allur hann er alveg með sama konsept og skotarnir eru með í viski þú blönduninn og tunnulagningin er það sem að þú reynir það sem þú notar til að fá fram bragðið þannig að ef þú ert þessi týpa sem að elskar eitthvað alvöru sem er búin að eyða miklu meiri pening í heldur en þetta er 0 hluthafa mix á Wall Street, þetta er 0 Boeing Max þarna eru gæðin bara alveg, það er eitt rosalega miklu orku og tíma í að gera besta rommið þótt að taka miklu lengur tíma heldur en bara eins og Bacardi, bara alltaf bara þegar Havana var að koma geðvið sterkir inn á markaðin með þú veist bara massa eikarbræði Havana Club 7 ára þú veist, þá koma Bacardi með ókart Bacardi ókart og hvað bara, hvað liggur þetta á eik? Nei, það eru eikarbræðefni þú veist, þetta er svo dirty skilur, þetta er svo mikið svona ég vil að eitthvað verður að fá að vera alveg genuine og alvöru og kúbanska rommið og þetta gildir allan kúbanska romskólan hann er bara svona, þetta er bara geðugum metnaðar og kostnaður sem fer í að gera rom sem að þú skinnir að sé alvöru sama með vindlana þeirra þetta er ekki fánavindill skilur þetta er ekki Bacardi rass rommið þeirra skilur en ég get sagt það sama til mig sem að því að mitt áfengi er nú rommið vodki, ég elska rússneskan vodka pólskan vodka, finnskan vodka þú veist, og við getum alveg tala það er til vodkinu alltaf allt á þessu svæði sem sagt, og tæran hreinan vodka sem á að vera alveg eins og vatn það er munurinn til þess rommi og viski snýst að sé sem mest að gruggi og brögðum og kemistri vodkin á bara, hinn fullkonni vodki á að renna niður eins og hann sé vatn skilur, það kann ég rosalega ég er svona, þú veist, þetta er svona alveg ef ég er að glussi mig á fögnuði, ef ég er í réttum eða ef ég er á þjóðhátíð eða ef ég er einhvers staðar sem er mikið af mannskap, ættamóti veist, þá hef ég séð að menn eru veist, ég kem alveg bara
þegar ég sé að menn kunna þetta gen, ég meina gen, ég myndist gen geggja líka. En ertu ekkert í bara bjór eða rauðu eða neitt? Sko ég myndi aldrei, ég tala bara svona hátt og snjált eitthvað sem ég veit alveg hvað sko. Já. Ég get ekki talað af fagmennsku rauðvín. Nei. Ég drekk, mér finnst ítölsk rauðvín langt best, mér finnst svona þungt, svona fyllandi, svona kryddað bragð eitthvað, en ég get ekkert sagt eitthvað útskýrt það meira, bjór, ég elska að þegar á sama hátt og fullt af fólki elska þegar ég að leggja línu þar eins og ég verið að gera með romskóla, ég hef tekið svona fyrir fólk skilur bæði á Reykjavík Cocktailvíkend og annað verið með svona masterclass í því og svona, á sama hátt og ég veit, fólk elskar að koma í það, þá elska ég þegar einhver að kenna mér á konjak og rauðvín og hvítvín og leggja mér svona einhverju fagmenn sko. Mér finnst það geðveitt sko. En ég, og sama með bjór, mér finnst ógeðslega gaman að smakka þess að sniðu bjóra og það er ógeðslega gaman og svona algjört nölla kjaftaði, ég bara að drekka svona rockstar dæmi, nei, þetta er nölla að drikja, en hún er geggjuð, skilju. Það er tjekka þetta, smá hana kardimannu hérna. Og maður hætti löngu hætti að snúast maður bara, nú skýtum við okkur og nú erum við að fara að afgreiða blíðstífans, strákar. Þetta er ekki hann, þetta er bara svona, þetta er svolítið svona eins og bara að raða upp í Dominurally, skilju. Já, þú mætti samt í blöðu, það er nokkur á síðan, sko, þá var Steindi að monta þegar verið að drekka rauðvín, sko, og þá sagði þú, ert að sjúga Hvað sagði? Segðu það. Segðu það. Það sagði Blas. Þetta er eitthvað rauðvín, þetta sjúga titling með þessu. Já, Steindi var endur að því. Ég fekk að staðfest þetta eftir þáttinn. En hérna Já, ég, eins og ég segi, Steindi náttúrulega meistari, en hann er mikið, hann er rosa gaman af rauðvinni sko. En þannig að þegar þú gerir glaðan dag, þá ertu ekki að fara í bjór eða rautt, þú ert að fara í eitthvað annað, þú ert að fara Nei, menna, þú veist, þegar ég gerir mig glaðan dag, ég drekk þeim ekki einn, sko, ég segi bara eins og einn uppáhalds rússneski tónlistarmaður minn, hann sagði sko bara, nú ég þarf að læra þetta aftur, pabbi var mann kennir að segja þetta á rússnesku sko, ég drekk ekki einn, sko, maður drekkur ekki einn, það er alkoholista sitt, ef þú kúkar í það fyllir í og pissar í það fyllir í eða drekkur einn, þá fer ég meðferð. Þannig að ég gerir mig glaðan dag mjög oft bara með því að einhver einmitt kemur með eitthvað sem að hann getur sagt mér frá og kent mér á sko. Þannig að ég gerir mig alveg glaðan dag með bjór og rauðvín og eitthvað svona þú veist en það er óslega mikið bara på brögðin. Já. Og það er til dæmis munurinn á viskíinu sem er óslega spennandi að smakka á og síðan bara, þetta er svona óslega mikið fyrir svona viskikall er óslega mikið bara svona södra á þessu, svo fara það bara heim og hengja sig, skilur, í grafáinu þar sem er búa bara með hundunum sínum og kettlingunni og göngustöfunum og flíspausunum í eins lit og svona, það sem ég er að segja er að rom er ógeðslega mikið fullt af alls konar svona skemmtilegu svona komplex bragðum og dóti, en mýktin er þannig að svo klárar við flöskuna og það er fucking fyllir í og það er veisla og það er bara galið, bara glussandi galið, já, bara gríðarlega glussi. Það er til mis munurinn, sko. Mér finnst gaman að glussa vel og vandlega. Hver er þinn svona í búið kemi? Hver er þinn uppáðs glussi? Kemi, hvað umbúða það aftur? Það er tunguhálstíu, það er gluss, það er glussi, þeir eru með, hvað var uppáðs glussi á Hjörvast? Það er eitthvað royal glussi eða bara... Lyktarlaus. Já, lyktarlaus glussi. Þeir eru með allt mögulegt, þeir eru með tunnutrillur og þeir eru með allan sóttvarnabúna. Nú, já. Já, þetta er svoleiðis glussi. Þetta er gamli skólinn af svona, af Hlemmi. Já. Hlemmur 82 glussi, ok. Já, þeir vilja vita sem sagt, hvaða sóttvarnarvörur ég drekk. Hvaða kemi í sóttvarnarvörur hvað ég glussi í mig. Já, mér finnst þetta allt algjör veisla. Nei, ég meina þeir þurfa bara að hætta að vera að setja þetta gubbvökva alltaf í þetta. Maður gubbar alltaf þegar maður er að drekka spýra, skilur. Nei, spritt, nei, hvað segirðu? Þeir vilja vita hvað er uppáhalds hvað? Áfengið, held ég að sé spýra. Áfengið? Nei, ég meina, ég er svolítið búin að segja, mér finnst... Rom og vodka. Rom og vodka gin. Nei, þú mátt bara velja einn drykk. Eina tegund, einn koktel, eina áfengi. Ok, þú færð einn drykk eða eina tegund til að drekka... Tegund og drykk. Tegund af áfengi. Já. Tegund af áfengi, merki og síðan á bar. Aldrei drekka neitt annað.
þá myndi ég segja hérna Havana Club Union hún ekki til á Íslandi það sem sagt Maestro Roneros sem eru þeir sem að blanda og sem galdra fram þetta rom þeir eru í samvinnu við helstu vindlasommeliérana hjá Cohiba búin að gera blöndu sem hentar geðað með Cohiba katalógnum meira eða minna það tala Cohiba 2 og 3 og eitthvað en siglóin allt siglóið geggjað með Union það yfirburðarom það drekki ég í raun og veru bara eins og konjak sko, bara konjaksglas þú veist, mögulega 1 klaka í viskiglas já, max já, það algjör yfirburður sko ok og Cohiba með sko, það alveg bara svona þú veist, það bara svona þetta er svona og svo vindileg með þetta þrísom sko en það svo geggjað samt sko það svo geðveikt sko að ég var að pæla í því skilur því að ég anti þú sko ég bara svona, en samt elska ég áfengi Bacardi Ras nei, ég bara bjór skilur ég bara bjór skilur bara bjór, já en ég hugsa skilur þú veist þegar þú ert að fara út í Kúbu já. Og þú fer að Loxisbar já. Þú veist þú fer ekki bjór þú fer eitthvað allt annað, eða ekki það? Jú, en sko það hafa allir tilgang í lífinu sko allt sem lifandi hefur tilgang og þegar ég til dæmis fyrir veiði þá byrja maður daginn á bjór bara lagerbjór, bara ísköldun lagerbjór og þú tekur það bara á þig? Já, mér finnst það ekkert vont en ég nenni ekki að vera að drekka og vera bumbult svona, þú ert svona gauð sem maður hittir á knæpu þeir eru svona bumbult og illt í maganum og rópandi og maður finnur alveg svona og bara, veist, píurnar eru bara löngu orðnast bara löngu, það sagði hann aðra á þeir fyrir löngu síðan því það eru svona magasýru lyktaður og þú ert svona að byrja að hálfguppa upp í þig kingjandi svona bjórgaurar eru ógeðslegir og þú ert prumpandi svona súru prumpi ógeðslega svona óíma þetta alveg eitthvað sem ég hef prófað skilur verandi úlingur og vera að læra á þetta það ástæð fyrir því að einn og einn bjóri sniður en þú ert ekki eitthvað dundríði bara og svo ertu bara að byrja að slavra og svona heyri ekkert hvað þú segir og þú get þreyttur og þú veist bjór fyrir fylleri myndi ég ekki segja sér máli en það óslega gaman að vera að fíblast og smakka alls konar sniðaða bjóra og að byrja sko þegar maður að tengja þegar maður að höggva sig drepa músina eins og maður segir daginn eftir áður en að þinka nær þér að þá mjög gott að byrja með einum ísköldum lagerbjór það triksið það eitt af mörgum triksum ég ætla að gefa út bók út þegar ég búin að stúdera þetta meira hvernig á að taka bend hvernig þetta var að taka túr já, hvernig þetta var að taka túr hvernig þetta var að taka 4 daga, 5 daga ég hef tekið 11 ég hef tekið sko, þegar maður hef tekið back to back lagsveiði ég hef tekið sko 2 vikur konstant, ekki södra heldur bara konstant gluss þannig að ég er með mjög mikla reynslaði hvernig á að glussa gríðarlega í langa tíma og hvernig sker maður þessu músina? Er það saltvatið? Það sko að drepa músina er bara matar laratong sko, það bara að kötta sig fá fyrst bjórun í sig og svo bara svissar sterkt sko og svo færðu bara eitthvað sterkan glussa sem að kemur þér í gang en þú veist bjórin svo gott að fá eitthvað svona matarkins já, sko Maradona Social Club þetta einhver óður til Kúbu á sinna átt að búin að vista eitthvað? Já, af því að Maradona náttúrulega var mikið á Kúbu og hann náttúrulega kom, því nú eru þið fótboltagaurar nú náttúrulega það kom í ljósa sko Maradona og ég held að það eitthvað 5 börn á Kúbu sko það mjög mikið tenging við þetta er náttúrulega vindla og rom og fótboltaklúbbur en líka allt í kring Maradona er svaka dansari þannig að við erum alveg, þú veist, tónlistin skiptir líka máli, þetta er svona Hvernig komast þið inn í klubbin? Þú þarft náttúrulega að þekkja vel til Maradona og þú þarft að finna flösku sem er ekki í safninu og það er ekki auðvelt, það eru sko 400 smakkaða flöskur og svo þarf að mæla með þér og það þarf eiginlega helst einhver meðmælandi innan klúbbsins
og svo þegar hinn að samþykja svo kemur inn rommið, þetta smakka með öðrum rommu með 4 rommi í einu eða stundum 8 og síðan færðu spurningar og bara, já, svo þetta er rosalega já, svo færðu spurningar Maradona og það er alls konar spurningar, það er ekki bara fótboltatengt það er alltaf fótboltatengt líka, þetta er alltaf bara eftir allir úr klúbbnum þarf að koma eina spurning á þig og það eru 40 manns í klúbbnum en þú veist, það er fullt af liði sem að búa í útlöndum. Við erum með lið í Suður-Ameríku, frá Asíu, Bandaríkjunum, fullt af Evrópuríkjum og svona. Veist þú allt um Maradona? Sko, ég veit ekkert allt um Maradona, en ég veit, sko, ég til mig sem myndi aldrei segja að ég viti eitthvað mikið um fótbolta, skilur. En ég veit, ég hef rosalega áhuga á Maradona, sko, og bæði hans persónulega lífi og líka náttúrulega fótboltanum og við komum allir með alls konar spurningar eftir hvað parta af Maradona menn svona hafa mest, hvaða parta af hans lífi menn hafa mestan áhuga og það er til mig eins og þú veist, það eru sumir sem að spyrja alltaf út í sko eitthvað svona tengt hans ævintýrum í Betsa og hann náttúrulega átti marga kærustur og svona og hann var með blæti fyrir brúðakjólum. Það er svo leys. Þetta er alls konar svona spurningar sem að skipta máli líka. En þú þarft ekki að svara öllum rétt. Þú þarft að svara, þú veist, það er ákveðin prósenta. Það er klásus. Já. Og síðan bara ef þú næður að standast, skilur, þá bara kveikir þú í reykjelsum á altarið, Maradona altarið. Já. Og þá ert þú bara komin inn og þá ertu tolleraður. Og svo þið riðið. Nei, þið ekki riðið. Eða þú veist, ekki sunnluta seremóni. Ekki bókstaflega. Þú veist, það er bara fyrir hvernig stemningin er að setja kvöldi og svona. Nei, ég veit ekki. En já. Svona svipa og þegar ég komist inn í sjálfstæðisflokkin. Já, þá er þið riðið bara á meðan, áður og eftir. Já, ég teka satt fram. Ég er ekki þar. Nei, gott eins. En kölska menn, okkar menn, þekkir til kölska það? Hvað Lasi er ekki mikið fyrir að vera í jakkafötum. Nei, þetta eru sérstniðin jakkaföt og þetta er mjög flott sko. Frækkum við sama þetta næstadrasl og þessi jakkaföt. Við hefum góðan baðmillaból sem við sko ég á jakkaföt sko. Ég veislustýri alltaf í jakkafötum og ég fer alveg í flott jakkaföt sko. Og ég á sérstniðin jakkaföt. En ég er bara að tala að ef þú ert í jakkafötum í vinnunni, eftir vinnu og bara, þú veist, bara alltaf í jakkafötum, þá bara eitthvað að, bara, þú veist, er eitthvað að. Það er bara ekki lægi. Hver er uppáhalds flíkiðin? Ég myndi segja að bara svona góður Adidas joggari. Já. Þú veist, svona bara græmi, svona Reebok, svona græmi, svona, maður líður allt, maður fattar vel bara svona í COVID með hvað þægilegt að vera bara á joggara. Það er geðvikt. Þarf það að vera með ís með því að ís með joggaranum? Já. Veit ég, ertu að tala um keðju eða crystal meth? Já, leifur að tala um það. Já, það er rugglaður sko. Ég samt á ekki engan ís sko. Ég er með silfur og gull og svona. Já, ég er svo lélegur í þessu brasa, en þú veist, þá meina ég bara góða keðju eða er það ekki alltaf betra lúka? Mér finnst það. Mér finnst það sko, og þú veist, mér finnst það bara mjög heilbrigt eftir að Nixon reif gullfótinn undan dollarnum. Já. Þá er mun betri fjárfestinga að gull heldur en dollara. Þetta er bara eitthvað svona, við ákveðum bara að þessi peningar okkar sé ykkur virði. Það er ekki virði nema bara því við ákveðum að segja það. Það er engin fótur á bakveð. Það var einu svona innleggsnóta bara á gull. Þetta er ekki innleggsnóta heldur þú kannski verið að labba með gull. Fattu hvað meina? Þannig að gull er bara mjög góð fjárfesting og það sem er að gerast náttúrulega núna í heiminum, það eru rosalega breytingar framundan, Bandaríkin er að hnigna með dollarann og Kína er að rísa. Ég myndi segja að það sé einu sinni var maður bara einu sinni fólk bara hérna er gæði sem kann ekkert á peninga því hann er með gullkeðju og gulltennur og eitthvað, en bara akkurat núna þá er það bara, þetta er gæði sem fjárfestir rétt, þú veist, og það er líka ástæð fyrir að þú veist, eins og í Indlandi til dæmis og fleiri stöðum að þá hafa sem sagt fjármálaráðarnir verið að hvetja fólk til að ekki kaupa svona mikið gull af því að það er það mikið af fólki að pæla í ykkur svona sem að þú getur treyst. Já. Skilur. Eins og Bitcoin.
Ert þú í kryptó? Ég ekki kryptó. Ég er ekkert einhvern veginn, þú veist, með... Hvar gemur þú peningana þína? Ég neyðist til að... Gemaði banka? Vera í banka, sko, með... Þessi banka sem þú tala um illum á hann? Já, ég meina, hvað val hef ég, skilur þú? Ef þið tveir Áskir í tölvulistunum, Guðlaugur Þór og fastur að eigið þig, hverjum ætlar að ríða, skilur þú? Mér. Hvað, til lukku ef þú getur snúið draslinu, ef með það vel langan larf, þá myndi ég segja að vera í góða málum, en við höfum bara ekkert val, þú veist, þannig að... Jú, þú hefur náttúrulega val. Nei, það er bara, bankarnir eru að það. Þú getur fjárfest í öllum hlutabræðum heimi, þú getur... Já, þarna aftur, að fara inn einhvern leik með þeim sem eru bull, ástæðan fyrir ég á pening í dag, er vegna þess að ég hef aldrei tekið markað að hlusta og neitt að þessum sultu slifsurum, skilur. Kannski að það eru meiri penning samt. Ja, veist, þetta er eitthvað sem ég hef heyrt allæfi, gæðin sem að hlustuð á þá, þeir eigi ekki peningi sem ég á. Ég ger eitthvað sem ekki trist og það er ástæðan, ég ætla ekki að vera fullir eitthvað með Bitcoin. Ég veit bara ef einhver gæi kemur og segir eitthvað við mig sem ég skil ekki, þá er ég ekki að fara að setja pening í það, skilur. Og ég hef alveg búin að sitja með einhverjum svaka specialista í Bitcoin, hann talaði bara í klukkutíma. Ég skildi minna Bitcoin eftir hann var búin að tala. Veist hvað meina? Og þetta aldrei að setja peningarna í fangi og það er það sem að bankafjæsin með þetta hlutabréfarugl. Ég veit alveg að þess sem ég hef verið ráðlagt með mitt söfnafé frá ég bara var úlingur. Frá einhverjum bara einhverjum skyrtunappatöpum, sko. Þetta er, veist, decode, einmitt, árið setna hrundi það, skilur. Þeir eru búin að segja mann að fjárfesta í alls konar bulli. Afi minn, ég kem af engum peningum, ég kem bara vinnandi fólk í báðarættir en lið sem að virti ekki peningana en virti vinnuna á bakvið peningana, þannig að þú sóar ekki vitleys, þú getur ekki verið að leika eins og maður sé bara eitthvað pappastrákur á Arnarnesi sem getur bara gert eitthvað við peningana. Þannig ég hef alltaf vita að það er eitthvað sem getur treyst, ríki fer ekki á hausinn. Ég hef átt ríkisskuldabréf. Ef ég frekar setta í sjóð 9 eins og þótti svaka góð hugmynd og alls konar svona einhverjir dútar einhverjir vestlódútar voru geða þetta fyrir sko. Þú lukkum með það sko. Ég gerði það ekki. Ég veit að ríki fyrir ekki á hausinn. Ég veit að fasteign er eitthvað sem getur treyst, skilur. Nema þú búir á Seyðisfirði, ekki Seyðisfirði? Nei, ég er ekki að gera neitt grín að neina, ég er bara að segja, þú veist, að fasteign almennt eru, þú veist. En hvernig verða, þetta er náttúrulega reyndar allt annað sko, en já, fjárfesting í steypu hefur eins vel. En þegar þú semur lögin, textarnir, hvernig verða þið til? Ég fæ hugmyndir bara daglega sem ég skrifa niður alltaf. Já, skrifir alltaf niður okkur með stegi? Sem fyrir heim, flegið í bara í tölvuna og svo bara líður ykkur tími og þetta byrjar svona einhvern veginn að mótast í hausnum á mér. Og svo sit ég yfir og lesi þetta yfir, set kannski einhver takt sem er búið að senda á mig og bara væpa með þessu og svo bara byrjar þetta að raðast saman sko. Byrjar að raðast saman og svo bætir maður við, skilur, og svo náttúrulega það maður að laga það að textan og stundur að fjölga atkvæðum, fækka atkvæðum. Þú veist, og svo náttúrulega fer maður og tekur upp, maður fær alltaf grunnan að senda, skilur. Svo fer maður í stúdíóið og þá koma fleiri hugmyndir að einhverjum meiri vókal, einhverjum laglínum og pródúserarnir. Ég hef pródúsera einlega allt sem ég hef gert með öðrum, skilur, en þú veist, lagasmið, það er ekki sama pródúserlag og taktsmiður, sko. Fattar það mig? Þannig að kannski lagasmiðurinn kemur með fullt af einhverjum hugmyndum og kannski ef við vinna þetta með öðrum pródúser þá kemur hann með fullt af hugmyndum. Það er langskemmtast að vinna ástæðan sem mikið saman, skilur. Þetta er ógeðslega gaman. Þetta er í alvörunni, þú veist, svona úlingafjör. Maður fer svona alveg svona úlingafjörfisk, sko. Já. Þetta er bara svona, nú eru við saman, þetta er bara svona þegar maður var að byggja kofa, það sem skólagararnir voru fyrir neðan Sundlu Kópavós. Já. Þú veist það sem er rútu eitthvað Kópavósbrautinni. Já. Þannig að þetta er í alveg svona bara svona, það er svo gaman að þú veist, maður er orðin 25 ára og þú veist á árinu og svo er maður bara einhvern veginn
að upplifa bara eitthvað sem alveg eins og bara alveg af gaman og spennandi eins og þegar maður var bara að byggja Lego eða eitthvað sko. Já, þetta náttúrulega en eins og Copacabana-platan sko. Hvað var hún lengi þú veist, í vinnslu? Hún var sko þetta voru þú veist, það erfitt að segja því að þetta var ekki unnið, þú veist, ég get ekki sest niður bara á drita út, ég ekki iðnaðarmaður þannig, skilur þannig að þú veist, það voru hugmyndir sem að voru margra, þú veist, það voru alls konar hugmyndir, þetta var og upplifunin það sem ég seti í þetta, þannig að það ekki að gesta á löngu tímabili, þannig að upprunna hugmyndir sem ég skrifi síman, hún kannski 10 ára gömul þú veist, en sjálf vinslan að taka upp og allt svona, það svona ár kannski. Ég ætla ekki að geða, sko, þú hlustar á þetta, sko, þú veist, bara með verðbólguna, sko, tímakupið þetta séu 100 max, sko, þú veist, þá er maður bara svona, fuck, maður, þetta er maður gamall, maður. Já, ég segi náttúrulega líka í Landráð, þá talaði ég líka verðbólguna, í laginu Landráð. Þá talaði ég og núna erum við í gríðarlegri verðbólgu, sem miklu alvarlegri heldur en bara þessi íslenska verðbólgu, náttúrulega. Aha-menn, þeir vilja aðeins ræða þinn besta vinn, Pál Arason. Ég vil aðeins ræða við Aha-menn það af hverju það er alltaf til skiptimynd hjá gæðinu sem keyra út fyrir það. Af því að þeir taka bara snertilausar. Já, það er þannig núna. Það er svo langt síðan ég greinlega bandaði Aha. Já. Nei, ég er ekkert að fokka. Ég er mjög ánægður með að þeir skulle vera að styrkja hlaðvörp. Þeir eru bara að passa upp á sótarnir, sko. Þeir vilja bara vita hvort finnst þið betra til með hamborgarannar eða pizzu í hinni. Já, veitum við. Svara ekki svona helst vitleysu. Ég hef aldrei verið spurður þess aður. Aldrei. Ef þú verður ekki gamalt kall. Já, akkurat. Hefur heyrt í Páli Arason eftir þetta? Hann er alltaf dáinn. Já, sorry. En sko, ég tók þetta viðtal svo í seinni seríunni. Heyrður í honum aftur eftir þetta viðtal? Sko, í seinni seríunni þá erum við production teimið búin að ákveða að við verðum að ná honum aftur. Það var svo geðveikt gaman að tala við hann. Þannig að skriftan okkar, hún hringir í hann og segir, heyrðu, þú hringir á skjænum, gera nýjan þátt, viltu koma í viðtal? Og hann segir bara, já, ég er til í öll viðtöl, svo lengi sem það er ekki apakötturinn Erpur Eyvindsson. En við bókum samt einhvern veginn viðtalið og ég fer þarna, ég hugsa, nú er verið að dulbúða mig. Það er eitthvað smá brot af þessu á YouTube. Og þá fer ég bara klæddur í bara full-fledged, bara nýnasista galla. Stóða mig og er bara með hakakrossun á arminum og marsera bara til gæsagangin heimdinas. Og hann er alveg í skýjunum, hann bara er ekki að sjá þetta, sé ég. Og ég tek geðveikt viðtal við það sem hann er að tala bara, þú veist, þegar hann drastla hann með dautt, sko, hann er að vera að setja í eina rosa, hann var unga, ég var með einni ungri, hvað hann gömul, 60, já, wow, ung, sko, geggja viðtal. Og og síðan þegar viðtalið bara svona, bara, þú veist, þá er svona eiginlega búið, þá býður hann mér á barinn sinn, sko. Og við byrjum að glussa og ég náttúrulega, Johnny Nasvitt náttúrulega að fá rappmúsík á fóninn og þá byrja hann eitthvað að ókýrast, þá sér hann að nasista barnið tróðihestur og þá byrja hann eitthvað svona, og svo er hann eitthvað svona búin að setja mig niður og gefa mig brenni og við erum að skála og Johnny Nasvitt bara skál fyrir svarta manninum. Og þetta er svo geðveik sena, hún er á YouTube og horfir hann svona á mig. Ég held nú að þú sért eitthvað mislukkaður. og síðan fer ég bara. Hann fatta ekki að það var ég, en ég skrifaði í gestabókinans ég náði þær aftur og þú veist en eins og ég segi, náttúrulega svona þú veist sko, þetta eru bara skemmtilegustu viðtöl sem ég hef séð, sko bara yfir höfuð, bara sem er tekin á Íslandi, sko og Ómar Ragnarsson tók náttúrulega viðtalan í Stiklum fyrir löngu síðan, það var líka mjög skemmtilegt viðtal, mér finnst Johnny Nasson náttúrulega meiri fíblalæti og meira fjör, sko. En þú er ekki gamall kall? Þá myndi ég buffa það. Jæja, þá fer ég. Herru, já. Hvaðan kemur nafnið Ali Höller? Ali Höller, þetta er mjög skemmtilegt, þetta var semst á mittistíðsárunum. Þá voru hverfin, það var rosa mikið byltingarástand í Þýskalandi, kreppan og allt þetta
var eitt hverfi sem var bara rautt og bara kommunistar og svona rauðir anarkistar og svona runni, þetta var bara verkamanna hverfi og Ali Höler var svaka spaði en hann var alveg svona götudúti sko, hann var svona götustrákur sko, hann var alveg straight gangster og svo tekur hann eftir því að það alltaf að koma einhver nasistaræpa inn í hverfið og að sofa hjá vændiskonu og þú veist mikill misskilningur, einhver nasista fésketti bara verið að valsa sko þannig að hann einhvern veginn ekki að nenna þessi nasista ógið og hann alltaf götudúti og hann þekkir alltaf vændiskonunar og hann spyr bara hvað dúti þetta? Þá þetta sem sagt Horst Wessel sem var bara aðal og bara andlit, hann var bara svona Jón Jónsson fyrir nýnastarhefinguna ekki nýnastarhefinguna, nastarhefinguna hann gæinn sem samdi Die Fahne Hoch sem var aðal söngur Hitlerjugend og allra og þú veist, og eins og allir svona einhverju sem þykjast að vera svona, þú veist, eitthvað svona merkilegri og meira með siðferðið eitthvað bla, þú veist, svona íhaldsfés standi ekki vera askat, auðvitað hann að mella sig í gang grimt, hann Horst Wessel þykjast að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað með að kommunistundinu svo lágu plani og eitthvað aðskilur svo hann alltaf að mella sig á fullu þannig að okkar maður bara ekki nennunum sko. Þannig að þegar hann nýbúin að djöflast á portkonunni þá bara Ali Höler mættu með lúkarinn og bara skýtur á hann kjálkan sko. Bara, og hann ekkert að syngja eitthvað Die Fahne Hoch svo mikið og kjálkin einhvern veginn dinglandi í tætlum sko. og þá bara hlaupið og ná í læknin skemmtileg tilvíðin að læknin var gyðingur og hann var eitthvað ómikið að gera hjá honum hann þurfti að sauma einhvern hamstur eða eitthvað hann kom bara ekkert fyrir að Horst Wessel var bara farinn sko. Og Ali Höler mjög svona mjög töff karakter því að þetta sko 1930 eitthvað, hann alflúraður allur flúraður með hanakamp skilur þetta 1930 eitthvað Þýskaland náttúrulega, sko, progressiv hlutin á Þýskalandi, Berlín þetta er bara eitthvað allt annað hvað þetta langt á undan restina af Þýskalandi og hvað þá Evrópu, sko, í sniðulegheitum og þannig að Ali Höler, það maðurinn, sko og núna ég hef verið að posta hjá mér á Slaka Babarinn Instagramið mitt lag, glænýtt lag frá röppurum, svona rauðum húligans sem heitir Ali Höler sko. Já. Þannig að það eru miklu fleiri en ég sko, sem í seinni tíð maður svona kannski fyrstur að byrja að minnast á þetta en Ali Höler svona mjög þekktur fyrir sitt svona framlag Ok, alveg í lokin fyrir hraðspurningar Atna Peitimenn Þeir vilja bara vita okkar menn Þeir þeir sem elskar rottvælir ekki Jú, þeir elskar það En eins og ég segi, ég verða að segja að þessi sponsora mig alveg eiga hróskilið að vera peppa svona hlaðvarp, skilur. Já, frjálsar. Þótt að ég hafa aldrei nýtt með þjónustu Payday og það er greinilega bara miklu færri 0 fyrir aftan, sko, mun minni verðbólga þegar ég var greinilega fekk seinast AHA menn heim til mín með einhverja slæsu og eins og ég segi, ég simma vilmegin í Barian fjölskyldur ennþá, já. En ég mikið í Mosó. Ég fer næst með Skúla Ármanns og Mosó-strákunum hérna á Barian, þá veit ég að hann mun vita af mér og ég veit að hann mun fá mig með sér í lið. Já, einmitt. Ég er til sölu, sko, þarna. Það mun gera vel við, sko, ekki spurning. Þetta blönd spurninga mitt með Payday og Barian Mosó. Þeir vilja bara vita, skilur. Ég var að spyrja þessi fyrir þátt, en ég vil spyrja aftur núna. Af því að margir spurðu mig fyrir þátt á hverju lifir maðurinn svo erpur í dag bara getur þú svarað þessu fyrir okkur? Já, það er minnstamál, ég er búin að vera ég held ég sé bara einn af í alvegni bara örfáum tónlistamönnum sem að hafa ekki vaknað fyrir háti í 22 ár sko. Ég er búin að vera pró ég á náttúrulega svakalega katalóg ég er ekkert að leitast við að taka endilega ég fer ekkert í fjölmiðlunum ég hafa eitthvað að segja til minnst núna er ég að taka plögg á fullu ég er öllum útástöðum núna næstu 10 dagana, 2 vikurnar og hlaðvörpum og svona því ég er að plögga eitthvað ég nenni ekki að vera eitthvað endalaust eitthvað að fara í ykkur viðtöl ef ég er bara að fara að segja frá því hvað ég borðaði morgumat
þannig að en ég er bara með katalóg það er svo mikið að liði sérstaklega þegar það er gaman og menn er að glussa og vilja þér heyra í gamaldansk. Ég vil endur alltaf heyri þér, sko. Já, ég veit það, en þú ert endur alltaf glussaður. Já, það er þetta. Sumir myndu kalla þetta áfengisvandamál, en ég segi þetta bara ég myndi segja að þú sett bara góðu glussi. Já. Og þannig ég er alltaf að gigga. Þú veist, ég veit að það kannski þegar þú ert að láta bera á þig sem hún gerir til mig þegar þú ert að koma með plötu eða eitthvað svona, þá ert að taka gig sem kannski ber mér á, það sem þú ert að auglýsa miklu meira og líka það sem þú ert háður því að fá sem flesta, en ég er að taka óslega mikið gig það sem ég bara bóka og kem og spila, þú veist, og þarf ekkert að pæla neitt í hver mæti því að þetta er partí á okkur öðru fólki, ég er að taka brúðkaup á fullu og tjekka hvað er gott, sko, þegar ég tek brúðkaupin það bregst ekki, þegar ég spyr hvaða lög á ég að taka Elskum þessar mellur er alltaf á lagalistanum og ég elska það, sko. Ammali, þú veist, og ég er náttúrulega veislustýri mikið. Það er náttúrulega bara fólkina fyrirtækisins sem sér það, skilur. Þannig að kannski fullt af fólki kannski sem er aldrei boðið í partí, áhenga vini sem ammali, það kannski sjá mig ekki, skilur. Nei. En ég er alltaf að taka, þú veist, það er alltaf vikuleg gig, sko, náttúrulega, COVID náttúrulega auðvitað ekki, en þau hafa alltaf upp og niður. En lendur þú aldrei í því bara að vera bara fuck, þú veist, ertu aldrei bara svona tómentur að sinn bara, þú veist, heru, ok, nú veit ég hvað að gera? Nei, því að þú veist, peningurinn er alltaf misgóður. Já. En ég held að allir ættu alltaf að gera aldrei ráð fyrir að allt sé, að innkoma sé alltaf góð, þannig að menn þurfa alltaf að vera viðbúnir því að til dæmis eins og í COVID, skilur, þú ert alltaf að baktryggja þig. Já. Þú ert ekki að þú veist, þú getur ekki bent, þú getur það kannski, en þú ekki eyða pening sem er á leiðinni, sko. Akkurat, og ekki að vera að raða á þig lánum. Nútíma þrælahald er það að bankin á þig, skilur. Já, nema ég sé lánaður, þá er það fínt, já. en það sem ég er að segja er að þú veist, ég geri líka bara svona í COVID, það kom moment bara sem ég hugsaði, núna eru bara engin gig og svona, og ég er ekkert að nenna að vera á einhverjum skýta bótum, ég tók ykkur nokkra mánuði, fekk bara kúk og kanil, skilur, Icelandair, Bjarni Ben var að bara channela allt til Icelandair, skilur, þannig að við tónlistamennu, einyrkjar, við vorum ekkert í sérstaklega góðum málum, þá náttúrulega bara ger ég eitthvað sem að ég get gert, ég meina, ég las hérna auglýsingar, sandi ykkur að herrferð, var í hugmyndavinnu, ég fór í útvarpið, ég leist af í Harmageddon, mér finnst ekkert að því að vinna, sko, og hann að maður reddar sér alltaf, já. Þú veist. Þú ert Blas Papadón, sko. Það er svoleiðis. Er ekki hraðspurningar? Jú, mér langar samt að spyrja inn líka, því að það er svo mörg orð, þú ert með svo mörg skemmtileg orð og líka í gegn lögin og annað. Er einhver orð sem að þú átt skuldlaus sem að bara eru mikið? Já, milljón orð, ég meina bara, þú veist, alla tíð bara, þú veist, og frasar. Já. Ég meina glussi, það er mitt. Þetta er upprunalega, er þetta náttúrulega, Er Hjörvar að stela sig það? Hann er ekki að stela neinu, hann má alveg, ég er sósíalisti. Allir með að njóta, það er enginn sem þarf að borga mér stefgjöld af. Ég er búin að stela öll að Hjörvar, sko, bara þessi haldir það, sko. Já, nei, minna, það er bara, Hjörvar hefur rosa gaman af svona sniðum orðum og svona, og hann hefur notað, það er rosa margt sem að kemur frá mér sem að hann og fleiri ánotað, það er bara í fínulegi. Glussi er upprunalega frá Stafrarn Hákon, þar sem að hann var bara notað árið glussi, bara svona vélinn, svona, þú veist, glussakerfi á vél. Já, akkurat. Og einn stórkostlegur maður í romklúbnum, vélstjóri í Barentshafi, hann er Stafrarn Hákon, sko, sem er algjört underground band, hann er rosalega mikill áhugamaður Stafrarn Hákon og á svona ból sem er Stafrarn Hákon kælir varðhund og það mynda manni að setja sjeffarhund í kæli. Ég elskaði hana ból svo mikið og ég var alveg helding og ég hugsaði bara glussi. Þetta er glussi. Þannig að færa glussahugtakið yfir áfengi, það er ég.
sett hann upp í meistari, það vitað allir hvaðan það kemur, það úrslega margir bara að nota, sáðu þið pókermóti þegar gaurarnir voru á spjöldun, það var eitthvað nei, það var pílumót. Já, hvað var það þurr? Hverju meistarar, hvað var það þurr? Hausir komin afkon? Nei, þeir voru með á spjaldinu, sett hann upp í mig meistari, sett hann upp í þið meistari, það eitthvað sem ég búin að freysa á og komið í almenna dreifingu, alveg tilbaka, ég meina, fyrsta lagi með rottuleiti Begla. Að nota Begla yfir svona eitthvað svona píu sem okkur finnst ekki skemmtileg. Það sjálfsög Slafar á pungnum maður ekkert mikið þú veist, alls konar frænkur og frændur skilur nota bara fólk sem ekkert skiltir þetta náttúrulega og líka þú veist ég fyrstur til að byrja að setja jóðið eins og í orðinu Begla, í laginu Begla þú veist, þá ég og Rotterdam plötunni, þá ég alltaf með Begla og 1000 kjell sem var síðan þróast yfir í hversi keppi, svo þróast alltaf áfram með þetta á að vera, mér finnst ekki eitthvað cool að vera eitthvað svona eigna sér neitt, ég meina þetta bara til að auðga tungumál, þetta bara mín skylda við íslenska tungu, pappi íslensku fræðingur og mamma mín hefur kennt íslensku, ég meina mér finnst það bara tungumál, við sem erum sniður og höfum gaman að tungumál, við höfum bara dreifist út allt. Svo líka svo gaman skilur að ég hef gaman að þessu sem að bara að segja, en þú veist, nú vinn ég Ariabaka og það tala eitthvað bankan á. Það banki sem ég í. Já, ég er viðskiptastjóri Ariabaka, sko, en ég ekkert mikið að segja kannski í daglegu tali bara slafra pungnum, skilur þú veist. Nei, ekki á fundum. Nei, maður kannski svona lætið að vera, sko. Þannig að, já, ef að sko bankastjórnum á ég satt að byrja Rothschild nýjöðunir í barjón þeim langar svo mikið að vita hvað að slafra pung í guðunabæði þó að barjón sé frábæri þá samt Arjón 1 og barjón annað sko. Þá vil ég barjón fram við ég hef alltaf verið neittur inn í viðskipti við fyrst Kaupþing hvað hittir þetta síðan? Búnaðarbankinn, Kaupþing, ég hef alltaf reynda verið í sparisjóð út af öllum bankarhunum og vugli þá enda ég alltaf bara í versta kostunum sko. Alltaf í vasinum BKVS Já, þú ert með mig annað sko. En ég að samt segja fólki á gólfinu alveg gott sko. Ég er ekki á gólfinu sko. Nú, það niðrandi að vera viðskiptastjóri? Stoppaði þarna Birkir Hann á gólfinu? Já, nei Á 4? Já, hann á 4 Nice Rothschild hann aftan á honum Hann kastaði upp á hverju af viðskiptastjórnum fær einn blístíðan kapitalískan Betra Wall Street Já Okay, þetta rukka með fæsligjöld bara núna ég fyrir það strax í fyrir að maður rignir út af reikningum alls konar þjónustu bokk þetta er að hverfa sko bara hilsa einhverjum bankastarfsmönnum þá ertu bara að byrja að borga fyrir einhver gjöld sem engin veit hvað og svo bara 30 milljarðar hagnaðar beint í vasan á hvað heitir helvitis bankaógiðinandi Bandaríkjunum sem eiga nú sem ekki í Arjón það ekki Rothschild Titanic nei eitthvað það er eitt af þessum stærstu Titanic, já, eitthvað já, herrum, ok allavega að hraðaspurningunum Titanic Capital, já Ertu að klára uppur? Nú ég að svara alltaf hratt já. Og fyrst að kemur upp í hugan okkur svo Já, rétt Akkur réðist Móri á því? Bara því að bara sloppi Hver er tilgangur lífsins? Að vera hamingjusamur Kaffe eða síkó? Hvað? Kaffe eða síkó? Síkó út gluggan sko Kaffi, big svartur rótsterkur Vindill eða rom? Á punktinum? Akkurat núna vindill Liðið í enska? Liverpool ESB, já eða nei? Nei Þú ert að bjóða hugulegri konu heim í kvöldmatt Hvað heldur fyrir hana? Thailandst, rótstert Rótstert? Já Er þetta prófara? Er þetta alveg klásus? BDSM Er það blöðstert eða? Nei, ég get nú ekki alveg gert ég vil ekki bara hún sé á dollinni sko. Hvort myndir þú taka túr á togara eða strandveiðibát? Strandveiði Uppáhalds drykkur? Það er Havana Union okay. Uppáhalds staðar í heiminum? Hotstrandir maður Skemmtilegt svar Fyndnasti vinniðinn? Skúla Ármanns Syngja að tralla?
Trallið meira svona í stíl við þegar maður annar borð byrjar að halda maður sé að fara að syngja. Af hverju mætir aldrei á Blikaleiki? Af hverju sástu mig ekki á Blikaleikjunum senast? Því ég alltaf í vippinu að syngja tralla og þú ert aldrei þarna. Þú ert í vippinu, það er ekkert að frétta. Þú er svona gæinn sem fer á Manchesterleik með kínverunum og könunum og veist ekkert hvað að frétta hjá alþýðunni sem á pöllunum. Ég fer alltaf á alla leiki sem skipta máli. Þetta er ekki að monta, þetta er ekki keðs og er ekki í vippinu á Bliks? Ég veit ekki hvað vippið að gera. Eins og við erum að styrkja klúbbin. Já, kom tími til að þau gefið eitthvað að okkur, helst banka ógeðin eitthvað. En málega, nei, ég veit ekki, við getum alveg bætt við að fyrir með næsta spurningu, en svo tímis ég fatt ekki koncept, ég elska svona working class stemninguna í ódýrustu sætin á leikjum og ég get sagt ykkur það. Ég sé alveg yfir stúkuna, sko. Og þú sérði ekki, sko. Þú elskar að standa á pöllunum í DHL-höllinu og öskra á. Og líka úti. En svo tímis, núna fórum við, hörðu bauð okkur á geðveikanleik. Spartak, Cska, sem náttúrulega liðið hans, Cska, Moskva Cska, hans Harðar Björgvins, mikill ostameistari og héraðsæðingi. Og hann náttúrulega býður okkur í eitthvað svona huggulegheit þar sem að fólk eitthvað svona með eitthvað glas og fæti og þú veist eitthvað svona sem úrslega bara fallet á honum bara það sem að fer vel okkur og eitthvað snittur og eitthvað svona Spartak, þetta derbi, þetta var Spartak Moskva, Cska Moskva og ég segi bara, heyrðu þetta er náttúrulega glæsileg vippi þú veist, þú veist, fer vel okkur en heyrðu, sérðu bara bak við markið mörg þúsund rússar ber og ofan, gessamlega klikkaðir. Ég segi bara, Hörður, þarna ég við að vera. Og Hörður framari sem alveg bara svona, það töfflið. Það er ekkert eitthvað hobby, þetta er ekki smjörkúkarnir. Og hann Hörður bara, já maður, förum þangað. Og hann bara fer með okkur, beint fyrir aftan markið, það sem að kaftirnin fyrir förmi sem stýri söngunum. Ég hef aldrei séð annað eins og fótboltaleik. Þú sér þetta bara í Þýskalandi, jú, kannski Greiklandi, Tyrklandi og svona, en svona þú sér þetta í Rússlandi, þú sér þetta ekki á ensku leikjunum. Nei. Þú veist það sem allir eru kolklikkar, allir eru með allt á tæru, allir eru öskrandi, allir búin að smygla blesinu í raskatinu inn á þú veist, og fána borgirna, þetta er svona Dortmund gera þetta ógeðslega vel. Þú veist, St. Pauli Cska Moskva voru bara, og þetta var bara, ég fikk gæsa út gegnum allan tíman og við erum í kassanum með kaftinin sem stýri söngunum og öllu og við, skilur við, ég og Hörður Björgun og Görður sem með okkur voru alltaf stýra víkingaklappina fyrir þúsundir bilaða Cska Moskva dúta, klolklikkaðir. Þetta var geðsjúkt og síðan þegar alla þúsundurnar hoppa í takt, þetta var geðvitt. Þetta upplifðu þú ekki í vippinu. Þið eru þarna eitthvað fitta og eitthvað annan bankastrákarnir og meðan við erum bara í fílingum. Ok. Finnastu vinniðin? Skúla Ármanns, aftur. Já, við erum búin með það. Þá erum við bara búin með hraðaspurningar. Þá erum búin með hraðaspurningar. Bent eða herra? Hvað segirðu? Bent eða herra? Smjörið? Bent. Já. En það fer náttúrulega alveg eftir hvort þú setja að fara að gefa góminn eða hvort þú ert að fara í notalegheit, sko. Gefa góminn. Já, það er bent. en herra er miklu notalegri og svo. Já. Rosa þægilegur og vel upp alinn. Þetta er bæði börnin, þetta er syni mínir. Þeir eru með mismunandi kosti, getum við orðað það sem svo. Bæði eitthvað annan upp, jáfnvel? Já, þú veist, þetta eru my boys. Já. Báður. En á mismunandi hátt. Herru, slaki paparinn, þetta er búið að vera geðvitt. Þetta er búið að vera geðvitt. Takk fyrir okkur. Þú veist, og mér fannst þú alveg frábær að þú sagði að það var bankastafsmaður. Nei, ég er að tjóka. Svo heyrir erpirinn með morgun með yfirdráttmaður. Já. Þess vegna var hann bara ákveðið lífin henni eitthvað. Ef hann vinnur í banka, það er nú síðan reikningi. Hann áttur að heyri mér bara, ég fjárfesti aðeins rámt hérna maður, eitthvað. Nei. En ég get sagt ykkur að þetta er búið að vera mjög ánægilegt. Þetta er svona... Þetta er svo nöðslegt, svona gaur, það er svo gaman svona gaurakjaftaði, þú veist, það er í alvegni, fólk sér það ekki á kamerunni og heyrir það ekki, en það er svona pungfíla þetta inni, sko. Já. Þetta er gaurakleiði. Já. Það er búið að vera gaman að vera með eitthvað strákar. Ég er svo fegin að þú veist, hvoru ykkur kann manngangin en að hafa samt skápbretti hérna.
Þannig að, já, bara takk fyrir mig og sett hann upp í því meistari. Ég var að gera það allan þáttinn. Já, vel að því. En já, takk hérlega allir sem að hlustu, Kemi, Barjón Mosó, Aha, Loop, Hreyvill, Payday, Dominos, Kölski, Messin og að sjálfsögðu Gambino. Slagið bæbari, blæsróka, Egil Ólafs, Snómas, baby a blagga motherfucker, bara stuð mæn. Hóndu bryggjinn, dippinn, þekkir hittin, gáta drikkin, legg frá mig mikinn, set niður drikkin, redda öllum í frikkin, klikkin, smá politikkin og þeim friktin. Þetta matstafann, inn með hann ókost eins og kaki og timpiland, ekkert hefur breyst nema nöfn og skemmtu stöðunum, við erum ennþá crew, jó, við erum ennþá hölunum. Þetta það sem